Já, þetta alltaf eitthvað stríðan þér. Ég veit ekki betur en að við séum bara í beinni útsendingu sem bara allt eins og það á að vera. Já, kæra hlustandi, það 5. lotan sem heilsar ykkur á fallegum miðvikudegi. Já, vetrasólin virðist vera kveð okkur og sumarið gengið í garð. Það jinx þetta okkar? Má segja svona? Ja, þetta bara komið. Já, þetta bara komið. Já, þetta mætt. Þetta bara lengjandi? Já. Það komið sumar? Já, ég meina það. Komið sumar. Herru, það fulli bátur gott betur en það. Það Garpur Fletcher sem með okkur í þessum þætti. Við þurfum að gera upp Íslandsmeistaramóti í hnefaleikum sem fór fram á laugardaginn og sunnudaginn síðastliðinn ásamt UFC 314. Yes. Það sem að Alexander Volkanovski braut 34 ára körsið og vann beltið sitt tilbaka. Risastórt dæmi. Það risastórt dæmi. Risastórt dæmi. Það er ekki eðlilega stórt. Já. Við ætlum bara að byrja á bikarmótinu, Íslandsmeistaramótinu og færa okkur svo yfir í UFC. Það ekki bara gott plan? Það hljóma vel. Ok, geggjað. Ég ætla að sjálfsögða minna á að þátturinn er búið Míningarsins heima á allir bardaíþrótta eða stór viðburður framundan á góðum tíma, þá veist hann sýndur á Míningarðinum. Þar sýnum við til dæmis Golden Ticket, Kate Steel, UFC, boxbardaga. Þetta allt í sínum stað. Hægt að panta borð inn á Míningarðinum/viðburðir. Það var allt tilkynnt það í þættinum. Ef það langar að byrja að æfa bardaíþróttir, þá Reykjavík MMA svarið, ný grunnnámskeið í hverju mánuði, allar upplýsingar inn á reykjavikmma.is eða þar segja rfkmma.is. Taktu skrifið og byrjaði að æfa Viðarhöfða 2. Og svo var það Unbroken, Real Time Recovery, frjálst fljótandi aminosýrur unnar úr norskum laxi. Þeir sem æfa mikið og æfa hart ættu ekki að hika við að prófa Unbroken, algjör gæða vara í alla staði. Herru, þið voru saman á fyrsta degi á laugardeginum. Já. Yes. Já, hvernig ég var ekki á staðnum, veit ekki hvað gerðist, það var ekki livestream í þá. Getið hvað fannst ykkur standa upp úr á laugardeginum? Herru, það var einn bardagi sem að það var komið smá hiti, var það Benni Steinar. Já, Benni Steinar. Þeir fóru alveg að íta í hvern annan og það var smá svona, hey, fuck you, nah, fuck you. Já. Stemming, sko. Og voru stundum svolítið svona, dómarinn segir stopp og þeir halda svolítið áfram að tuttast og íta í hvern annan og svona. Já, ég svo meira þessu, sko. Já. Það var smá gaman, það var svona smá hiti þarna á milli þeirra, sko. Já, smá svona spæs á þess að fara yfir línuna og gera þetta eitthvað svona disrespectful eða svona, skilur þannig, þetta var bara svona, þeir vildu greinilega bara Það var smá kritík. Já. Það var gaman að sjá bara svona, þau voru báðu komnir til að vinna, sko, og voru bara, aðeins bara smá fuck you til anstæðingsins. Já, ég fílaði það, sko. Fílaði orkunni í þeim, sko. Já, ég fílaði það, sko. Ok, ekki. Þannig að það var svona helst það sem stóð upp úr. Já, svo náttúrulega bara, að Ágúst Davíðsson skildi vinna Magnús Kolbjörn. Já. Það var náttúrulega bara svaka statement hjá honum, sko. Já, það var eins og stórt. Já, það er líka stórt. Kolli, sko, mistigur sig bara í fyrstu lótu. Já. Svo mistigur hann sig aftur og dettur hann í þriðju lótu. Þannig að, og ég sá hann bara komið með ísinn á fótinn eftir þetta. Já, það var að klæða hann úr held ég, svona einhverju lífi utan hnéð á honum, sko. Þar var hann svolítið, láð hann í stegan og svolítið verkjaður, sko. Nú hann alltaf lægi með hann, sko. Hvað þessi, tæpir á lithó eða eitthvað svona? Já, hann alltaf var búinn að rúlla öklan alveg tiltölulega oft, einhver menn. Þess að tökum ekkert frá Ágústi Davíðssyni. Nei, alls ekki. Hann er geggjaður. Já. Svo var hann alltaf með Elmar í horninu sínu, sko. Já. Leið og hann lappa út og hringum eitthvað, já, svo verður rotaðar á morgun. Gott, sko. Það mjög gott. Já, þannig að Elmar var með honum í hótinu á fyrirtinn. Já. Og það er ógeðslega fyndið. Það er mjög, já, svo keppa þeir bara. Já, þetta er alvöru vinskapur. Já. Ég var svona mynd velta fyrir mig hvort það hefði sko carpoolað til Reykjavíkur. Alveg 100%. Já. Og þeir eru náttúrulega búin að vera að æfa svo mikið saman. Þeir eru 1-2 stóru mennirnir þarna fyrir norðan, sko. Já. Og Elmar sagði einmitt við mig, sko, því hitt hann á vorbikarmótinu, á sagðan að, hann er alveg búin að kenna Ágústi bara hvernig hann á að vinna hann, sko. Hann er búin að bara gefa honum bara allar upplýsingar til að vinna sig. Þeir eru búin að æfa svo mikið saman. Þannig að, hann sagði, þegar við mætum, hann veit öll trikki mín og bara, og hann stóð sér líka bara vel á mótunum, sko, hann var ekkert eitthvað, Elmar valtaði ekkert yfir hann, sko, það er náttúrulega kannski smá svona sparr-feelingur í þessum barða, sama með Noel og Tate þarna daginn áður, mér fannst það svona smá letdown, bara út af mér finnst Noel og Tate báðu svo geggjaðir, að þeir voru þarna bara að sparra, þetta voru bara tveir félagar og, þeir voru ekki, það var ekki svo Noel Viktor, sko. Nei, alls ekki. Það var alveg fætt. Það var proper fight. En er það ekki það sem gerist alltaf þegar það er friendly fire?
eins og þú veist, Benni og Alejandro kepptu einu sinni það var mikið lett án sko já, það var það alveg margir, ég veit að skilur, þetta náttúrulega erfið staða skilur vera settur upp eins og núna á Íslandsmeistaramótinu þar sem það getur svolítið komið niður á þeim báðum ef þeir neita að berjast við kon annan sko. Eins og gerðist þannig á byggamótinu held ég seinasta þegar þetta var held ég þeir neituðu að berjast þá og þá var Viktor líka í flokknum sko, og þá var þetta held ég þrefalt gull eða eitthvað álíka þeir voru allir jafnir þeir voru allir jafnir sko. Þegar Teitur vann Viktor, Nóel vann Viktor Viktor tapar 2, þeir fara tæknilega að sé 1-1 eða eitthvað, skilur þannig að hann fær 5 stig fyrir að tapa þannig að hann fær, þú veist, jafn 10, mikið þeir fá 1 win á haus yfir honum og svo 0 stig fyrir að beila út þannig að þetta enda sem svona shit þeir hefðu bara átt að berjast Nóel og Teitur hefðu bara átt að berjast gullið þá sko. Já, ég held að það líka svona einmitt á Íslandsmeistaramótinu þá frekar tekur bara svona friendly, skilur fight eins og veit ekki hvort það tóku eftir ég ekki sko að þeir voru ekkert að þjálfa skilur í sig hvort honni, þeir eru svolítið bara að leyfa þeim að fara og skilur í endan var alveg komin svolítið höggþyngd og skilur þeir aðeins svona push up peysi bara eitthvað svona eins og gerist líka bara í svona competitive spörrum sko, en þeir eru ekki, það er ekki sami feelingur að fara á móti ykkur eins og þú vilt eiginlega ekki fara á móti sko. Þannig, en þetta er erfið staða sko, alveg hygglust en maður þarf að gera þetta víst á Íslandsmeistaramótinu, þá er eiginlega ekkert held ég verra bara að draga sér í hlý og segja nei, ég vil ekki berjast og enda hvorum með gull sko. Já, 100%. En það er þeir voru eitthvað svona, tók hans á þessu HNI að menn séu að draga svo í keppni og neita berjast og eitthvað, hvort þú fáið bara að skrá tap í bókinu þína og eitthvað. Það er svoleiðis, ég er ekki meðvitaður um það. Ég man ekki nákvæmlega, hann Kolli var eitthvað inn að útskýra þetta fyrir mér, en ég er náttúrulega bara, stundum er ég bara með Grindavík-tölu á kaffibolla sko, ég er örugglega bara 8 í dag, en en mér minnir það sko, það verið að svona tækla þetta þannig að menn sé ekki bara að neita að keppa og þú fáið það eitthvað refsingu fyrir. Já, það er nú skiljanlegt. Það hefur verið svo ofta einmitt skráning áfyllt af þessum mótum að maður sé skráninguna alveg bara 20 manna og svo allt í einu eru 6 bardagar eða 5 bardagar og maður er bara svona býtu, hvað gerðist við alla? Bara, maður skilur að koma upp veikindi á einum og þessum og eitthvað, en þetta er svona stundum er þetta bara eins og ég vakna um morguninn og hugsa, nei, ég er ekki í stuði. Nei, eins og Steinar Bergs dróg sig úr keppni á sunnudeginum, en þá kemur henni walkover sigur fyrir William. Sem að þannig að spartaðin byrjar, það bara engin anstæðingur. Mjög skrítið svona að þau fara í gegnum allt ferlið, skilur á Íslandsmeistaramótinu, ég var alveg í ruglun á myndavélinni, sko. Vafinn, Stínur, hringi, bjallan fyrir í gang og dómarinn bara, það er engin anstæðingur. Ég fílaði líka litla hoppið í William eftir að hann fekk sigur og hann svona, þú veist, hann tók svona litla hoppið sitt eins og hann gerir alltaf. Stráng heiðalegt. Þetta ruglaði maður alveg ótrúlega mikið að sjá hann í keppnisbúningum þegar ég með blaðið fyrir fram að mig sá bara strókað út og ég byrja, er einhver að koma inn á short notice og ég eitthvað, það meikar ekki sens. Bara svona, hvað er í gangi? Kemur Volkanovski á short notice. Einmitt, já. Nákvæmlega. Rótaður. Nei, við vorum með við vorum lifandi streymi þarna á sunnudeginum og ég sko kynnt inn svona Benedikt og Ísak eitthvað svona, já, næstur hringin er Benedikt og Ísak, en það var að neybyttu, það er fyrst smá leikatriði. Gaman að þessum. Herri, það var ræðan sem það kennt það úrslitadaginn. Já. Er það ekki bara? Vindu hvernig að sýta? Mér finnst líka, sko, verðt að minnast á, mér finnst líka bardaginn hjá William og Ísaki hana í undanúrslitunum. Mér finnst svo gaman að horfa á Ísak berjast. Mér finnst þetta bara, það er svo bila pace og bila power, svo bilu tækni, hann er bara að koma til að reyna að taka höfuðið af ykkur. Og hann náði svolítið að buffa William. Hann bara... William var ekki minna eins svör, sko. Já, tók svolítið yfir þessum bardaga, sko. Já, og var ekki einmitt bara, dómarinn kallaði þetta af bara með einhverja sekúndu eftir eitthvað. Var það ekki William Ísak? Var það að stoppa? Nei, býtu, það var annar bardaga. Það var einhver bardaga sem var bara stoppaður með 1 sekúndu. Það var kannski bara sýningabardaginn í byrjun. Hjá Kormáki og einhverjum... Já, jú, það getur verið, jú. Það var hann. Hann var ekkert stoppað hjá William og Ísak. Þess að þriðja lótan hann hjá William og Ísak, þá var Ísak bara, hann hitti nokkur svakalega höggum þarna sem maður var alveg svona sumir dómarar hefðu kannski þarna gefa hann einhverja talningu. Já, svona aðeins tekið stöðuna. Ísak náttúrulega bara ógeðslega flottur á þessum. What a machine, bara. En við getum farið í það, þegar við ræðum barnaðan hans og Benna. Já, klárlega, en Ísak var mjög flottur, en það maður bara ræða minnast á það strax, Ísak tekur bensabikarinn á mótunni sem er well deserved já, bara
og þetta alveg vera bara flott þessi tiðið sem ættir að vinna hérna heima á Íslandi bara, þú veist, besti keppandinn á Íslandsmeistamótinu það verður alltaf betra en það þannig að, já, eins og bara Garpur sagði, skilju, bara veldi sort algjörlega bara vel gert bara í öllu, sko já, diskutera það bara eftir smá byrjum að sinna, mínus 63 kíló á flokki U17, Artem Sirukov bóðatýr móti Arnar Jaka Smárasinni frá Hnefileikafélagi Kópavogs ég veit annar misti síðan til Artem Sirukov sem er nýbúin að vinna hérna besti bardagamaðurinn á HFA Open hann barðist við Arnar Jaka, var það ekki? Jú, hann barðist líka barðist við hann en þetta bara 2 bardagar og innan við mánuði milli þeirra já, mér veist alveg hérna Artem alveg það flottur hann, sko, mér veist að vera svona contender fyrir bensabíkarinn, sko 100%. Ekki það að Ísak hafi gert hann skilið, sko, en ég var svona að þau veist eftir daginn, það væri svona, ok, það er 30 komandi greina Artem var einn af þeim hann bara komin upp á næsta stig eða, þú veist, hann bara já, hann er alltaf miklu reynslu meir en Arnar Jaki, sko og hann er alveg geggjaður og maður vissi alveg að þetta er erfitt fyrir Arnar Jaki ég sá náttúrulega ekki fyrir bardagann að HFA Open þú varst það náttúrulega var það svipað eða? Það var, skilju, það er eins og Artem hafi núna stigið svolítið skrefið upp skilju, það er bara, núna var hann bara með hann í pókanum allan tíman samt þriðja lotan hérna, Arnar Jaki veit hann er búin að tapa 2 lótum og kemur alveg byrjvillis inn í þriðja lóti þá sá maður svolítið en Arnar Jaki sem maður sá á bikarmótinu þar sem maður var náttúrulega kannski mæta þar var svona, fekk Arnar Jaki aðeins að skína og mæta gauð sem var kannski ekki alveg ekki alveg upp töff á hann og þá, í þriðju lótin hann er búin að eiga 2 erfiðar lótur þá sá maður hann sama gæja og maður sá bara vaða áfram hann á bikarmótinu og hann náði alveg smá successi í þessari síðustu lóti en Artem náði svona að koma sér aftur inn í þetta og mögulega að taka lótuna ég veit ekki hvort að Arnar Jaki hafi mögulega tekið 3 lótu en það var svona geggjað að sjá hann bara, þú veist, hvað hann vissi að þú veist, hann þyrfti bara 10-8 lótu eða bara taka hann útrænlega og það var bara svo gott að sjá svona eftir að búin að eiga svona 2 erfiðar lótur að koma svona sterkur inn í 3. lótuna bara, þú veist, virkilega, þú veist, reyna að vinna það sín líka, það er engin smá högg sem hann var að næla sér í frá Artem það sýnir rosa mikið hjarta bara að geta komið út í 3. lóti við veitum að það voru bara öllum líkindum búin að tapa fyrstu 2 og samt einhvern veginn bara pedal to the metal og bara go, go, go skilur og vilja gera þetta eitthvað svona fæti sko. Það er alveg rosalega erfitt svona mental sem sumir hafa bara ekki sko. Bara að vera að koma tilbúin bara annarkvort verið kildur 20 sinnum í viðbóti í þessari lótu við að ég næ að láta eitthvað gerast sko. Og Artem var líka að lenda svo þungum sko, fjörkum á hann sko. Og ég veit ekki hvort að Arnar Jaki hafa bara svona kannski ekki nógu vanur að díla við svona crafty southpaw sko. Af því að hann virtist bara einhvern veginn lenda þessari vinstri hendi bara aðvild og bara þvílíkt þunghögg sko. Þannig að ég sagði það held ég mitt í úrslitunum sko. Ég sagði bara ég var að tala þessa vinstri hendi bara já, hann getur bara lendin og svo var hann bara mér leiði eins og ég var að horfa á replay bara næstu 20 sekúndur því hann lendi þessari vinstri hendi bara hvort sem þetta var bein niður miðjuna eða fjarki lendi henni bara aðvild bara 8 sinnum í röð og ég var bara hvað er í gangi? Hann er líka bara svo léttur á tánum sko. Hann er alltaf inn út rosalega flottur sko. Bara geggjaði gæði sko. Rosalega flottur sko. Eða sko fer Arnar Jaki bara aðeins að hvíttöfluna núna og svona herru hvernig díla ég við þennan southpaw tvist og fjarka ég myndi segja að þessir 2 bardagar við Artem hann er örugglega reynslan sem að Arnar Jaki er að taka út af þessu þetta er bara eins og hálft ára á æfingum bara, hann hefur örugglega lært svo ógeðslega mikið af þessum 6 lótum sem hann hefur tekið núna já, algjörlega ég er svona velt fyrir miklu lausnin skilur hvort það sé hérna ég veit ekki hvernig þetta er niður í Vatnby er eitthvað góður southpaw já, Sölvisteinn er náttúrulega southpaw og þú veist, svipuðum aldri og svipaður þyngd og Arnar Jaki sko aðeins eldri, aðeins yngri en samt svona, þú veist, þeir spara alveg fullt sko þannig að það er alveg einn góður southpaw það sko já, þannig að hann hefur southpaw að því að sko mér varst eins og hérna bóðatíðslákinni væru þeir voru svo innvólaðar í öllum þessum southpaw viðurreglum sko eins og Míhail sem mætti Sölva skilur hann virtist ekkert kippa sig upp við það að Sölva væri southpaw Nei, hann sparrar svo fokkið mikið við Artem hann veit alveg hann er að sparra við besta southpawn á landinu svo Gabriel hann líka í southpaw ef maður vil stóran southpaw Gabriel hann skilur líka southpaw þannig þeir eru ekkert óvanir þessu switchi held ég sko Nei, getur verið svo er með þessu gæði eins og Íbra sem er alltaf að switcha það er mikið að lefti í svona sko. Já, svo sem
En mér finnst svona, já, eins og Arnar Jaki þurfi bara einhvern veginn svona, hann þarf bara að lausna þessu vandamáli. Ég klínu sér sjálfur á Southpaw vandamálið, sko. Já, þetta er líka bara reynslumunur. Já, mikill reynslumunur og líka bara Já, fyrir ekki. Nei, bara, þetta er allt bara reynsli í bankan, skilur. Þetta er bara svona að vita það að hann geti tekið við þessum höggum og þá kannski breyta til eitthvað næst, skilur. En að bara, skilur, getur hort á þess að bardaða tilbaka og annarkvort kötta af hringin eitthvað betur eða, skilur, reynda að pressa miklu meira og leifa honum ekki að hoppa alltaf inn með 2, skilur. Það er mikið sem er hægt að draga út úr bara einum bardaða þó að, skilur, maður sé að einhverju leiti buffaður, sko. Maður getur alltaf hort á replay tilbaka og hugsa, hérna, skilur, og maður þarf ekkert endilega eitthvað kasta hönskunum upp og gefast upp, sko, þó maður sé tekinn, sko. Þetta er bara... Það sem ég segi, skil, bara finna lausnina, sko, sem er, þú veist, sama og að, þú veist, fá reynsluna. Já, einmitt, þetta er bara... Þetta er náttúrulega bara, þú veist, 4. og 5. eða 5. og 7. bardaðar Arnarsjaka bara á ferlinum á móti Artem sem er búin að vera að boxa miklu lengur og taka fullta bardaðum, sko. Já, það gleymist stundum, sko, að Arnarsjaka er bara nýbyrjar að boxa. Já. En það er eiginlega bara svona tilkomið af því að hann eiginlega virkar bara það flottur í hringnum. Já. Ég er bara fyrst þegar ég sá hann, þá er ég bara, ég myndi aldrei fara í hringin með þessum manni. Bara, fyrst þegar ég sá hann á byggamótinu niðri vatni síðan. Já, svo fucking intense, sko. Já, það var ég bara, neip. Ekki séð. That's a hard no for me. Persónulega þekki Artem, sko, þekki Artem ekki persónulega, við hefum ekki fengið henni podcastið. Kannski komið tími á smá spjall við bóðatíðstrákuna. Já. Artem er alltaf svolítið svona very feel, sko. Já, er hann very feel? Þetta er að fá hann í podcasti. Já, þú veist. Það væri gaman að fá, þú veist, fá hann og Nick, kannski, saman. Nick getur aðeins tala meira. Já. Hann og Míhail einhvern svona saman. Já, ég ekki bara fá eitthvað til að þýða fyrir þá og svona. Já. En, þú veist, það eru þessi bóðatíðstrákar, Artem, Míhail og við þekkjum Viktor, en sem að eru svona hrikalega efnilegir nefnileikamenn sem er einhvern veginn fastir einhvern veginn svona innan landamæra tungumálsins þurfum að ná í raskataði en það sko Artem með svona slær tónin fyrir bóðatýr þú veist, er Íslandsmeistari og slær tónin og svona hittar þessu upp kráti fyrir Míhail Fedoreit sem heitir Sölva Stein frá HFK hvað fannst ykkur þennan fætt? Svona nokkuð jafn en svo svona tók Míhail svolítið yfir þess fyrsta lótan ég var ekkert viss hvort að tekið hana en mér var Míhail klálega að taka lótu 2 og 3 og hann bara svona sko ég veit ekki alveg hvort að ég heyrði það bara í lýsingunni þið sögðu að Sölvi var að fara að blæða nefn á hann ég var svona að meta hvort hann hefði bara getið eitt þungt beint á pönnuna og þú veist, jafnvel hörðustu menn verða oft svona smá sjæ eftir að ég þetta henni, sko. En ég veit ekki hvort það hafi kannski haft einhver áhrif. Svona shell-shocked, einhvern veginn. Já, kannski mögulega eitthvað þannig, en já, ég svona, þú veist, náttúrulega búin að vera að fylgjast með Sölva svolítið og svona, ég átti vona að hann myndi taka hennar bardaga, sko. Já. En bara vel gert hjá Míhail og, já, náttúrulega, þú veist, kannski Míhail búin að vera meira aktífur undanfarið. Já. Það tók bardaði við Alejandro á byggamótinu og þú veist, kannski meira bara svona momentum í gangi hjá honum. Já, hann kefti líka hérna á móti kefti líka á HFH Open, sko. Já, byrja á móti hverjum lenta það. Ég er að reyna sko, hann fór á móti Sölva á HFH Open og hérna alveg rétt maður. Hann fékk tapaði þeim bardaði held ég og það var sko tekið stiga á honum þá fyrir að vera alltaf að setja enni í jörðina, sko. Alltaf höfuðið niður, sko. En mér fannst hann taka þann bardaga, sko, og það er svona, ég man að mér fannst þetta svolítið leiðilegt að hann hafi mist sigurinn, sko. Já, þetta mínustig. Já, mínustig, já, en mér fannst hann, þetta var svipuð framistæða þá, sko. Bóksaði ótrúlega vel eitthvað með hann og virtist alveg vera með númeri hjá Sölva, sko, en svo út af þessu, ég man, þetta var að rifjast upp fyrir mig bara núna, ég man eftir því þegar Sölvi var lesin upp sem sigurvera, það var svolítið fúr svo að sveigja, sko. Já, ok. Það voru ósátti með þetta, sko. Þetta er alltaf eitthvað svona, mér finnst þetta sem er búatíkuruna, þetta er alltaf eitthvað svona mikið redemption story hjá þeim öllum, að þetta er alltaf eitthvað svona, skilur, oft eitthvað svona split decision og mjög svona controversial bardagar og svo alltaf á endanum eitthvað með bara fara þær aftur í gymmi, vinna í hlutunum og koma aftur og vinna, skilur. Þetta var eins og með Viktor Haffa, skilur, já, þetta er bara eitthvað svona, ok, við þurfum bara að róta þess að gæja, skilur, fara aftur í gymmi, koma og bara finish, skilur, þannig þeir virðast alltaf gera réttu breytingar á milli svona bardaga, sko. Já, það
ný Rocky mynd svona á milli móta. Já, einmitt. Já. Ég var sko, skilur mér svo þegar Artem og Ronald Bjarki held ég keftu í það eina skipti held ég sem þeir hafa keft sko, að þá var eitthvað rosa mikið gert úr viktinni og svona kílónum og eitthvað og svo held ég vann Ronald Bjarki hann en þeir hafa ekki keft síðan sko og mér finnst þess að síðan þá hafa Artem farið á bara eitthvað rosa strík sko það skilur þá hafi eitthvað með gameið imprúvast rosalega mikið eftir þann barndað þannig það eitthvað barndað sem ég væri virkilega til ég að sjá en ég held að Ronald bara aðeins léttar enn Artem sko þannig að það rosalegu barndagi þannig að þeir eru báðir Southpaw líka þannig það væri svona aðeins smá spæs í því Já, ég var til að sjá það maður Já En Ronald Bjarki, hann keypti ekki á Ísló núna Nei, fannst Hann ekkert búinn að keppa Það voru alveg eitthvað 10-12 mann sem voru skráður sem var bara ekki hægt að finna fætt fyrir sko. Ronald Bjarki var einn af þeim sko Ég held að það voru bara engir í flokknum hans og ég held að hann sé mér þess að tvískaráður í ykkur flokka sko Hann mér þess að tilbúin að berjast til einn flokk upp fyrir sig en ekki meira en það annars það ómikið en hann bara svo léttur sko það engir aðrir sem eru þar sko Hann alltaf keppt á Norrlandamótinu bara daginn sko Já. Bara leiðilegt að skrá sig í 2 flokka á Ísló en enda á að vera bjöllustrákur sko Búkstar Já, það svolítið högg sko Það svekkjandi sko Já, það svolítið leiðilegt Maður á meira og betra skilið sko Já Ekki það skilur, ég held að Ronald Bjarki stóð sér bara hrikalega vel á dinginu sko Já, með líka sko Double ding hann á einu tímapunkti og þetta var flott sko en ég held nú að hann og ég held að hann eigi bardaða núna í næsta mánuði hann og Björn Jónatan þeir eru að fara saman út held ég að berjast í næsta mánuði á okkur móti Já, byrju, hvert eru að fara? Ég man það ekki, þeir voru að tala um þetta við mig maður sér það í story hvort þetta sé skilur ég sveimi þá, ég man ekki en ég veit að Björn Jónatan postaði ykkur í Insta-story hjá sér þar sem hann var með ykkur fána sem eflaust landið sem þeir eru að fara að keppi og það eftir mánuð allavega og þeir til komum bara það Þurfum að fá fánagreiningamann í Instagram-story hjá Björn Jónatan ASAP, við erum náttúrulega live ekki getum við ekki, hey chat skilur við finnið út úr þessu Jú, hvernig sástu það? Ég held að ég sá þetta bara áðan? Já, bara áðan eða í gærkvöldi eða eitthvað Já, ok Ég finna Björn Jónatan en Míhail móti Sölvestein Redemption Story, ég var að lesa frábæru vefsíðu MMA-fréttir þar sem var fjallað umöndan, ég var bara steingleyma þessu að þeir höfðu mæst á HFV Open Er það Finnland? Finnland, já, fannst þú það? Já, hann hann geggjaður sko Hérna, finnski fáni? Það staðfest, hann þetta finnski fáni Yes sir Ok, byrju hvað Spenntur fyrir Björn Jónatan, hann geggjaður Já, ég þóli ekki því sko þegar maður sé eitthvað svona Insta-story svona bara við hvernig það fær berast, á hvað móti hvernig það fær að fljúa út Akkur veit ég ekki af þessu Var við að ringi Ok, það gott, þannig að við getum hugað okkur við það að Ronald Bjarki og Björn Jónatan fara út og tóðu þeir að mista Ísló 24 dagar í þetta Já Saman hvað það mót heitir, við erum að komast að þessu Já, við fjöldum með þetta við erum Já, auðvitað gerum við það maður Já, nú þegar Garpur komin í mikrofónið þá erum við Pistur á pólsunum langsins Já, let's go Það er ekki En Míhail Fedorets svo höldum okkur svona aðeins efnið þú passar eins og flís við rass Garpur af því að þetta er svona ADHD podcast þetta úr einu og annað sko bara ef að ræða Míhail Fedorets og Móti Sölvestein já eða storyið því að þetta er bara þetta er út um allt sko já það er fínt sem verður gaman en þú sko að mér varst Míhail vera svona hann var svona hinn kontenderinn minn fyrir bensabikari eftir móti ég var með þessa 3 svona alltaf Ísak Guðna sjálfsög líka Mér Gabriel líka kontender fyrir bensa já ég er ósammálegur þar Aha. já mér varst bara ekki nógu mikið gerast í bardaganum og einhvern veginn Þorsteinn ekki veita nógu mikla mótorspyrnu til þess já, mér finnst það bara hvað hann sjöttaði Þorsteinn down sko. Já, sem hann gerði vel sko en bara, mér fannst það bara að vera stólkan allan tíman Þorsteinn og aldrei einhvern veginn að koma sínum leik í gang já, það gefur ekki bensabíkarnir fram yfir Ísak fyrir þannig frammestuð Nei, þú veist það var dominandi fram í stað en ég er sammála Ísak á þetta skilið sko. Ég hef valið hann sjálfur Ekkert hlutræði þar og veistu ekki það að ég hafa eitthvað móti Gabriel ég bara eitthvað, þú veist ekki berja mig skil geðveikt herru, vinnum okkur aðeins niður blaðið Viktor Sóga frá bóði móti Nóel Freyr Það var banger maður Þetta var rosalega bara já, í mínus 70 kílóa flokki
bara síðustu 30 sekúndunar, sko. Þú veist, þeir voru báðir bara að reyna að gera allt til að vinna þetta, til að vera bara vissir að þeir myndu taka þetta. Þetta var bilað bara. Líka þetta var búið, þá var maður bara eitthvað, hvernig fór þetta? Þú veist, það var bara auðvitað ekki dómarana að þau taka einhverja ákvörðanir þannig, sko. Fínt að vera bara hlutlaus heima í stofu og horfa á þetta á YouTube. Já, með svona hljómaði eins og biluð plata þegar maður alltaf bara, já, nú auðvitað ekki dómarana. Þetta var svo margar lótur sem maður var alveg týndur í, sko. En þetta komur á óvart, sko. Eða þannig, ég hef nú ekki rewatchað fightinn eins og sem ég sett inn og reynda eitthvað svona að analysa hann vel, sko. En í mómentinu að vera hann að ringside fannst mér eins og Noel hefði verið að vinna og það því, skilur, mér fannst eins og hann hefði allavega tekið, sko, krukkan. Mér fannst eins og hann hefði tekið, hérna kemur Arnór, ADHD maður. Við erum með live hérna, Jónatan, Alejandro, Tristan Stiff, Hilmar, Kormákur, Sölvi og fleiri að fara til Finnlands á Pirka-tournament 10. maí. Takk fyrir þetta, Arnór. Mér langar frá með. Hvernig var það? Finnland, maður. En já, mér fannst eins og Noel hefði tekið held í fyrstu, sko, hvort að það hafi verið fyrstu og þriðju eða fyrstu 2 og Viktor eina þessum. Það var svona mín tilfinning í mómentinu, sko. En splits í ykkur áttina, ég get alveg skilja það. Það var náttúrulega geggjaði fight og kannski það bara því að það svona stíli minn og það sem ég fíla að sá sem stjórnar hringnum og svolítið að pressa aksjónu eitthvað með ég gef honum kannski fleiri stig en hann á skilið bara svona ómeðvitað, sko. Eins og Noel að stjórnar hringnum og Viktor góður á outside-inu og að lenda sín megin höggum og kom stundum inn með eitthvað svona blitz, en svo þetta alltaf Noel tekur miðjuna og vinnu jabbið eða eitthvað, Mér fannst líka bara í þriðju lótinu fór Noel svo mikið að finna fjarkan sinn og einhvern veginn svona eftir þriðju lótu bara svona, þetta var sterk lóta fyrir Noel einhvern veginn og hittar svo jafnt einhvern veginn þá svona hallast maður að Noel en samt svona, þú veist ég skil alveg að Viktor hafi tekið lótu bara 1 og 2, þú veist Já. En þú veist bara eins close og þetta verður 3-2 split, það ekki hægt að segja þetta sé eitthvað ósengjant að Viktor hafi gefið þetta en svona, ég var eiginlega hallast að Noel en mögulega var það bara, þú veist, þessi síðasta lóta og skoða eitthvað en ég veit ekki. Þetta einmitt, því að svona höggin, þegar lótan var svo tæp allan tíman og svo þetta svona höggin sem stóðu upp og voru eitthvað meginn bara overhandi, mér varst að smelta hann svo oft og svo clean með því að svona allt annað sem einhvern veginn svona fóra af öxlunum eða þeir voru að blokka og maður sá ekki lendi þetta almennilega eða ekki það var ekkert debatt fjarkan sem kom alltaf overhandi, það lendaði alltaf flöss bara og lótur 1 og 2 eru óslega jafnar og sérstaklega bara svona langur kapli í annari lótu. Þú veist, þá eru þeir að kýla fullt en það einhvern veginn ekkert að lenda. Þeir eru báðir svo fucking smooth að þeir láta ekkert hitta sig og maður bara einhvern veginn svona, ekkert stig búið að koma inn í 1,5 mínútu sem hægt að gefa í hvora áttina. En það var svona geggjaði fight, einhvern veginn. Já, 100%. Mér fannst Noel líka svona aðeins vinnusamari. Þannig að, þú veist, sko ég gaf henni bara persónulega til Noels. Við fullum vinningu fyrir Viktor Soga, frábær gæi og allt það og barist vel og veist, whatever. En ég einhvern veginn bara svona, það var vinnusemin plús það að mér fannst þetta einhvern veginn bara lenda jaft ef eitthvað Þannig ég svona... En Viktor gerði vel að, hann beið svolítið eftir Noel og countraði Noel, dansaði svolítið svona eiturhringinn í kringum hann og svona, þú veist, hann var að gera það ógeðslega vel þó einhvern veginn það lítur meira svona út eins og Noel sé með yfirhöndina því að hann svolítið svona stólkan einhvern veginn. En Viktor var bara að spila hann á outside leik mjög vel, sko. Já, ég sammála því. En það væri 100% eitthvað sem myndi blekkja mig, sko. Það svona þó að Viktor sé ekki svona eitthvað með eins mikið bara alveg alltaf AB að hreyfa sig og flintsa og feinta og eitthvað þá þetta samt alveg góð vinna sem hann leggur í hann ekkert eitthvað að eyða eitthvað orku endil í það íður frekar bara eftir góðu sjótti til að taka 3-2 niður miðuna eða eitthvað þannig það svo erfitt einhvern veginn að hugsa því að í mómentinu þegar maður horfir á þetta live þá maður ekkert alltaf endilega þá dæmir maður þetta ekkert eins og þegar maður horfir á þetta svo upptökuna eftir á þá getur maður verið meira, þannig sé ég þetta og þannig sé ég þetta en það svo erfitt að greina þetta í mómentinu sérstaklega þegar bardaginn svona rosalegur þetta allt bara, maður verður bara maður gleymir öllu sem gerðist fyrir 10 sekúndum því að núna lendi eitt stórt högg og þannig eitt sem ég tók eftir Noel oft svona þegar
þegar hann farin að vinna bara orðin confident, þá fer hann að leika sig svolítið. Hann fer einhvern veginn svona, fer lágt með hendurna, fer að dansa meira og eitthvað svona, en það var engin tími til að vera með eitthvað þannig stæla mútið Viktori þennan dag. Af því að þú veist, það var alltaf eitthvað að koma tilbaka, hann gæti aldrei einhvern veginn dottið í þetta loosey-goosey flæði sem hann dettur stundum í þegar hann er að rústa bardaðum, sko. Þannig að þú veist, það var alltaf nóg að gera í vörninni líka, þó að hann hafði svolítið verið að stólka Viktor og svona. Þetta er mjög góða punktur, sko, því að þegar þú sérð að Noel er að vinna og hún líður vel og svona, þá kemur ákveðið swag í hann, sko. Og hann sigrar alltaf svona swagalega þegar hann er að vinna dominirandi. Og þá fer hann að gera eitthvað svona hluti eins og svona, þú veist, hann svona opna gardið sitt og svona mana alltaf kýla sig og tekur þetta step back dæmi og svona, þú veist, hann gati ekki alveg, þú veist, hann gati ekki alveg gert þetta við Viktor þennan dag, þú veist, Viktor hefði bara séð þetta og þú veist, hann þurfti aðeins að vera varkarari. Man veit ekki taka þess að áhætt á móti Viktori, sko. Þú droppar höndunum og fær einn og skilja það bara lights out. Hann náði að gera það við Viktor á bikarmótinu, sko. En ég vil svona smá skrifa það á það að Viktor mætti bara einn án þjálfana síns í þann bardaga og mér fannst svona að Viktor var ekki alveg þessi killer Viktor sem maður þekkir á bikarmótinu á móti Noel þá, sko. Mætti Viktor einn án þjálfara? Já, þú veist, hann mætti með Tatarenko í horninu sinu, Nikita var bara beðin dorm með eitthvað, sko. Hann var tenni eða eitthvað með fjölskyldunni í fríi, kallinn, eitthvað. Þetta var, ég er sammála því. Mér fannst Viktor ekki mæta í þann bardaga eitthvað, en ég bjóst miklu meira á honum í þeim bardaga heldur en, skilur, og þá einmitt er þetta bara, kannski var þetta þá bara dagsformið, skilur, á honum bara. Þá fannst mér Noel einmitt geta að vera meira svona setja upp einhverja gildrur og Viktor var að falla fyrir því og Noel var að ná að counter eitthvað þannig. En núna fannst mér meira, bara, þú veist, þegar að Noel henti einhver út, þú veist, þá var Viktor tilbúin með einhver counters og þú veist, það var einhvern veginn ekkert að virka hjá Viktor í fyrirbardaganum þegar hann á bikarmótinu og hann var bara on þarna, þú veist, þarna var sami Viktor og maður þekkir, sami gæinn og bara tók haffa út og þú veist. Þetta var ekki alveg Viktor sem maður þekkir þarna á bikarmótinu, sko. Nei. Ég veist ekki þetta er þetta. Garpið, tókum ábendingu, þú verður eiginlega hægt að snerta mækinn. Já, það. Er alltaf að heyrast bling? Nei, ég er komið með ábendingu. Já, ok. Kemur alltaf eitthvað bergmál. Já, ég er alltaf nefnilega að færa mig svona, ég er alltaf að breyta líkamsstöðunum minni, þannig ég verður alltaf að checka mækinn. DJ mækinn með, sko, en það kemur svona puttahljóð með. Nei, ok. Ég held að það væri einn af okkar million fans sem er að horfa á þetta live á YouTube, væri bara komin að comments. Ég er hættur þessu næstum. Já. 1, 2 og bannaði 16. Gegja. Herru, við ætlum að færa ykkur aðeins niður kartið, af því að við höfum 4 bardaga eftir. En ef þú ert að boksa eða stunda eitthvað svona líkasagt, þá er að gera að hámarka árangur sinn og velja hann með yngling fæðibótavörum, Shilajit, náttúrulega styrabústerar, sveppablöndur og fleira. Betri svepp, minni heilaþoka, sterkar ónæmisgefri og betri veljan. Ekki gleyma afsláttukóðunum. Þú fær 15% afslátt með kóðunum 15 lótana við checkout á yngling.is. Og svo er það M-Fitness, íþróttavatnaðar lóð og jókavörur og stóð þar á 15 og Tryggabraut Akureyri. Það eru nýja vörur sem lenda á hverju mánuði. Alltaf 80% afsláttur þegar kemur lagerútsala, þannig að fínt að hafa augun opin fyrir því. En það æfa allir vel í M-Fitness. Það er rétt. Herru, við færum okkur aðeins niður blaðið. Það er, mjög skemmtileg bardagi. Mínus 75 kg flokkurinn Benedikt Gylfi Eiríksson gegn Ísaki Guðnarssyni í Hnefileikafélagi Kópavogs. Þetta var bengar. Djöfull er Ísak góður, maður. Já, ég veit, maður. Ég var bara drunk on Ísak, þetta bara mót. Ég sko, þú veist, bara rosalegt. Frá því að ég byrjaði að æfa í VPC fyrir einhverjum 3 árum eitthvað, þá er bara, þú veist, þessi gaur, oh my god. Og ég er búin að bíða eftir að allir hinir fatta það, núna er allir búin að fatta það. Þú ert bara að bíða eftir að allir hinir fatta Ísak Guðnarsson er góða boksari. Já, bara svona, þú veist, núna fekk hann bara shine sitt fattari og þú veist, er orðinn Íslandsmeistari og það er allir að tala um hann. Já, hann, Íslands og Bensabyggarsmeistari. Já, nákvæmlega. Þannig og sko, Ísak hefur við, sko, ég þekki félagarnas Ísaks ekki 100%, sko, en það hefur svolítið borið á því, sko, hann hefur aðeins svona verið óopinn, sko. Það er fyrir viðurvegnin gegn Benedikt Gylfa sem að fólk var eitthvað kallað eftir að væri rán og eitthvað debati kringum það og eitthvað svona, eitthvað drama. Svo eitthvað þar og undan. Þannig að mér var svona að fara að líða eins og Ísak væri bara svolítið svona, svona óheppinn hnefileikamaður. Hann hefur nefnilega lent, þetta er ekki í fyrsta skipti sem að hann lendir í einhverjum svona smá hneykslismáli, sko. Nei, það er svona leiðilegt ef þú ert ungur og efnilegur, dóminerandi boksari, sko, að vera ekki að fá kreditið sem átt skilið, sko. En ég var mjög ánægður svona fyrir hans hönd að hafa fengið
headset-byggar hann. Já, Það er svo alveg gaman að klárlega. horfa á hann boksa, hann er með svo skemmtilega fótarhefingar og það er svo geggja hvað hann ítir alltaf mönnum með öxlinni sinni og ítir þeim upp að kölunum og búm, 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 þú veist, flétturnar hans og þú veist, hann stjórnar alltaf peysinu svo vel og bara einhvern veginn, hann er svo fucking góður. Já, Ég er ótrúlega skemmtilegan drunk stíl. on Já, Isaac, ég er já. bara, ég alveg dýrka stílina, sko. Já, og það var ógeðslega vinnusamur. Já. Hann er bara, veist, ef hann fengi nickname þá ætti að vera bara Terminator eða eitthvað, skilur við. En það er mjög cool. Ég fílaði að þið kjöllan hann vélmenni í útsendingunni. Já. Hún er, svo þess að kemur eitt moment þar sem hann hendir hérna Benedikt upp í kaðalna á. Benedikt er svona, þú veist, þið talaðum fótarhefingar, hann var svolítið latur í fótunum, hann Benni, í þessum bardaga, en hann bara flettir í body bara bam, 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 á bara, þú veist, sekundu. Tekur eitthvað svona blitz bara. Já. Og það er bara eins gott og sé bara tökka ólbónu þína bara alveg upp í búkiðin. En það er samt, skilur, það tekur samt alltaf úr manni að þurfa að geta 6 högg á sekundu í, þú veist, í skokkin. Eða þó að sé, þú veist, í ólbóna. Alveg, absolutt, sko. Þetta gerir allt eitthvað, sko. Já. Eins og fyrsta lótan, þó að var ekkert eitthvað allt og mikið að lenda clean til að skora stig fyrir Ísak í fyrsta lótinni, þá er Benni bara, þú veist, í survival mode. Það er svo, þú veist, þó að hann sé að verja þetta allt, þá er hann samt alveg að meiða sig og hann næri aldrei svona beint að svara honum í fyrstu lótu. Það er ekki fyrir í annar lótu sem að svona Benni kemst inn í bardagann, sko. Og þó að það sé ekkert eitthvað allt og mikið í fyrstu lótunni að lenda clean, þannig, þá er þetta bara, hann er að gera þetta svo fucking erfitt fyrir Benna. Hann næri aldrei að svona, þú veist, koma sinni sókn af stað. Já. Svona, mér finnst eins og svona Benni sé með svona betra svona hærra svona mall-pace heldur en margir, sko. Hann getur einhvern veginn svona mallað. En Ísak mætti þarna bara einhvern veginn í 5. gír, var bara miklu einhvern veginn graðari en Benni og Benni vildi einhvern veginn bara svona malla. En það var bara einhvern veginn ekki í boði. Það er nefnilega, fannst þeir svo Ísak gera þetta líka við William, sko. Ég hef æft mikið með William, sko, og hann er alveg bara í hörkuformi, geggja kardi og hann hefur nú farið í gegnum alveg marga þryggjarlúti bardaga sem hann er að forðast einhver hörð högg, skilur, eins og frá hérna Erik Salinas og eitthvað þess áttar, skilur, og Icebox og eitthvað, og hann hefur alveg fengið á sig þung högg og þurft svolítið að veðra stormin og koma tilbaka og fundið alltaf eitthvað svona þægilegt mallpace. Ísak bara, ég hef ekki séð William svona búinn á því, sko, eða bara svona sigraðan í þriðjulútinni, skilur, og Ísak ennþá bara á gjöfinni, bara láta hann finna fyrir því, sko. Það var alveg bara svakalegt að sjá það bara ringside. Það var bara svona, wow, þessi gaur er the real deal. Bara djöfull er ég er að sjá mitt, ég var að leita nafnina, sko, þegar talandi ferilina hans, ég var eitthvað svona farið gegnum hérna, leitaði á honum inn á, skilur, hann hefur keppt hérna við Cheyenne einhvern tímann á Icebox 2023, sko. Ekki bardagi sem ég man eftir, ég man að ég var svolítið hæg á Cheyenne líka, sko. Hann bara rústaði honum, sko. Já, Cheyenne sá aldrei til sólar í þessum bardaga. Nei, einmitt, já. Þetta er bara, þetta er eitthvað svo mikil dark horse fyrir mér, sko. Eitthvað megin, ég þekki ekki nógu vel hversu duglegur hann hefur verið fyrir en bara núna nýlega, sko. Og þá alveg bara, nú er ég bara með stjörnur í augunum, sko. Hann er líka svo vinnusaman, hann, þú veist, hérna, bara fylgjast með honum í gyminu, þú veist, bara, þú veist, hann er að setja eins og miklu vinnu og hann er að keyra frá Selfossi á hverjum degi upp í varpið sitt, live. Það er virkilega dedication í honum. Það er fyrir hark. Og málið er að, þú veist, hann er, hvað er hann, 17, 18, nei, hann er 19 núna. Þú veist, hann var að taka strætó frá Selfossi áður en hann fekk bílpróf, fattar þið, hverjum degi, bara, þú veist, hann er búinn að vera fucking grænda, sko. Já, það sést, sko. Já, maður verður að respekta grændið, sko. Já, það er alveg að skila sér, sko. Ég er alveg bara hattinn að ofan fyrir þessu kardió, sko, því að hann er bara að dissja út höggum bara í 9 mínútur. Bara, og það verðist ekkert alltaf að hægja á sér, sko. Hann er búinn að sparra svo mikið síðust ár, þú veist, við Emin Katri. Emin Katri er nú bara 2-0 pro og bara gengur úslega vel hjá honum. Þú veist, Ísak er ekkert eitthvað, þú veist, er ekkert eitthvað að skýta á sig í sparri á móti Emin Katri. Hann er oft bara látið Emin Katri líta ekkert sérstaklega út í sparri, sko. Þú veist, hann alveg getur hangið með hverjum sem er þarna og ég held einmitt, þú veist, núna er einhvern veginn, þú veist, Elmar er búinn að vera svo svakalega mikil top dog í 75 kíló flokknum, þú veist, bara, þú veist, klálega besti boksari landsins í þessum þyngdarflokki síðustu ár, bara í langa tíma. Hér er einhver gæi sem að gæti strítt honum, sko, og þú veist, mig langar að sjá bara main event á næsta Já, ég sá þetta call out hjá þér. Ég sá þetta, Elmar að flýja -75. Hvað segja, Elmar á móti Ísaki á úrslitaviðureign á Icebox. Já, það er það sem ég vil mest, sko. Já.
Er það ekki til það? Jú, eða það gæti alveg gerst, sko. Jú. Ég held að hann sé eini gæðin sem gæti strítt Elmari, sko. Ég held að það sé líka bara eitthvað svo lítið eftir, skilur við, það er eitthvað svo fátt í valinu fyrir Elmar einhvern veginn þessa stundin allavega, skilur við, þetta er bara, hann verðist geta hoppað inn í hvaða mót sem er, með hvaða fyrirvara sem er og endar alltaf á að taka sigurinn, sko, en ég held einmitt, ég var að tala með það í Davíð Rúnar einmitt, skilur við, þetta var svona, já, Ísak á móti Elmar, þetta er svona, skilur við, eins vel og Ísak lítur út, sko, þá er, skilur maður verið að fara að vala, you mess with the bull you get the horns, Elmar er, skilur við, leynir svo mikið á sér og maður sér ekki alveg oft hvað hann er góður, en hann lætur bara alla, þetta væri rosalegt step up fyrir Ísak, skilur við, ég væri til í að sjá hann bara. Þú veist, það mætir enginn Elmari án þess að það sé step up, sko. Já, einmitt, já. Þannig, en jú, þetta er spennandi bardagi. En sko, það er líka með Elmar, sko, stundum þarf svona aðeins að kýla hann í gang. Hann er svona eins og dísilvél, gömul dísilvél. Já, það var svona aðeins að, þú veist, það var svona að það var að kýla Elmar í gang, pluss allt outputið, þú veist, hans Ísaks. Svona, hvað skona blöndu er það að fá hérna? Já. Þetta mun endi í einhverju stríði, sko. Þetta verður örugglega flugöldasýning, þessi bardagi, sko. Alveg hygglust, sko. En þetta er svona að, þú veist... Ég meina, Elmar, þú veist, mætti Gabriel Marino í 86 kg og maður síðast að Icebox og ég meina, það var erfið fyrsta lóta en svo bara sjöttaði hann Gabriel down og bara fucking skólaði hann, sko. Þannig að, þú veist, þetta verður alveg mjög krefjandi jobb fyrir Ísak að mæta Elmari, sko. En ef einhver í mínus 75 gæti unnið Elmar, þá væri það Ísak, sko. Hann verðist vera allavega með tankin í það, sko. Hann verðist sína allavega en, sko, eins og með þessar tvær viðureignir hjá Ísaki, að hann varði ekkert fyrir alltaf miklu damage frá þeim, sko. Hann var svolítið að stjórna dansinum allan tíman, sko. Það er öðruvísi hvað maður verður þreyttur þegar maður er að vera kýldur, skilur. Það tekur líka alveg, skilur, miklu meira úrmanni heldur en að kýla ykkur fast, það er að vera kýldur fast og sérstaklega þegar þú ert á leiðin að verða þreyttur, sko. Það er það sem Elmar nær einhvern veginn að nýta sér svo vel, að það er þegar aðrir byrjar að hægjast á þeim að það er eins og hann gefur í, sko, og tekur bara yfir bardaganum, sko. Þetta er bara sama sagan með alla bardagans. Þetta er eins og þannig að þegar hann fór á móti, hvað hann heiti, Mikael eða eitthvað, hann líka á... Jablonski. Jablonski, bara einhver hitmann, skilur við, sem allir í þyngdaflokknum voru hræddir við og var bara að rota alla og stoppið yfir hinum þessum og öðrum. Kemur Elmar bara tvisvar í röð og second round, skilur við, bara, skilur við, einhver bara, enginn vildi keppa með hann. Elmar kemur, skilur við. Það var einmitt svona, Elmar var svona smá setn í gang, ég man í svona eina mínútu var ég bara mér að fara að taka hann. Það er svo bara kveiknað á Elmari og ég held, sko, og þetta hefur verið vandamál fyrir Elmar og sérstaklega svona, þú veist, á stórum mótum eitthvað svona, hann var hægur í gang, tapaði fyrst lótu en kom svo sterkur inn en tapaði bara þann eitthvað, og það er náttúrulega kepp móti bestu gaurum bara í heiminum líka við, þú veist, á stórum mótum erlendis. Ég held að þurfi bara svolítið að taka 3 mjög harðar lótur backstage áður en að hann fer hann þurfa að láta kýla sig bara smá bakvið, bara, skilur. Bara, þú veist, taka einhvern motherfucker með í ferðina bara til að taka bara alveg fight backstage áður en hann fer út í fightin sinn. Hvernig var það? Það var allavega svolítið skemmtilegt plan. Næsta Norðurlandamót, þú veist, Elmar fyrir það. Þannig að Elmar er búinn að boxa eitt barda svona backstage og kemur svona þreyttur inn í hringinn og... Já, þú veist, ekki þreyttur, bara búið að taka kannski bara svona eina alvöru góða lóti við einhvern motherfucker backstage, bara svona þannig að það er búið að kveikna á honum. Ég veit að, með Rapp, hann tekur bara full fight við Aljamain Sterling áður en að hann fer út og keppir, sko. Þeir taka alveg bara proper fight, bara Aljamain Sterling segir bara ég gef honum bara allt sem ég hef, sko. Og það virkar fyrir Merab, sko. Hann alltaf mætir í búrið og tekur bara crossfit æfingu, sko. Það er góða punktur. Ég vona að við séum ekki í rauninni, sko, að reyna að koma Ísaki Guðnason fyrir Katanef með að reyna að para hann á móti Elmari á stórfið. Ég held að það væri bara góðu fætt, sko. Ég held að það þýðir ekkert að vera eitthvað að forðast eitthvað matchup á litla Íslandi, sko. Það er svolítið bara eður í sama flokki að go for it, sko. Ég hefði bara haldið kannski að skilur Elmar fyrir að stíga bráðum skrefi bara í atvinnumennskuna eða skilur ég held að bráðum fara hann að láta þessa innanlandsbarta eitthvað með svona komið gott skilur. Hann ætti að vera próf. Já, absolutt. En ég held að hann vilji ná einhverjum svona aðeins meiri ólympískum árangri. Hann vill örugglega vinna þetta á Norðurlandamót. Kannski er hann með drauma að fara á ólympíuleikana eða eitthvað þannig. Mér fannst eins og að síðast ég talaði við Elmar, það væri svona meira þar heldur en að stefna eitthvað atvinnumennsku, prófbótt það að segja. Það er bara svona við sem viljum að það færi prós.
Við viljum bara eitthvað flugvellarsýningar og stemningu, sko. En þetta var náttúrulega mínu grudge-match. Svona, hvað þýðir þetta fyrir Benedikt? Þýðir þetta að fyrir viðregnir á Warbigamótinu hafi verið skandall? Þú veist, þýðir þessi barða eitthvað meira en bara sigur fyrir Ísak, skilur? Nei. Var Ísak eitthvað svona að sjötta upp Benedikt Gylfa eða var þetta náttúrulega smá, þú veist, þetta var alveg hneyksli, þú veist, síðast. Mér fannst að Benni skuldlaust vinna fyrir barðana líka, sko. Það var náttúrulega bara glórulaust að allir dómarnir hafi gefið Benna fyrstu lótuna, sem var svolítið svipað á fyrsta lótan í þessum barða, þar sem bara Benni kemst eiginlega ekkert í ganga því að það er bara svo mikið að höggum að koma. Þannig að ég held að Ísak alveg svona sanna það, þú veist, að hann er aðeins betri. Já. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta mun fara einmitt. Ég var alveg tilbúin að sjá það berjast aftur. Er ekki 1-1 núna á milli þeirra? Jú. Ég held að Benni minni til dæmis að þau munu berjast eitthvað tímann aftur, að Benni muni vilja koma inn og svolítið, skilur, núna vil hann sína og sanna sig, skilur, sitt gildi, skilur. Þannig það er kannski komin eitthvað svona vonandi, svona góður rígur þannig á milli, sem skilur, mun bara efla báða. Já, ég var að hugsa svipað. Pínu svo Hildur Kristín og Erikun sem er búin að berjast þess 10 sinnum með eitthvað. Já, ég veit. Ég er með plan, sko. Let's hear it. Er það að taka heilan barða í klefunum? Næsta Icebox, við látum Ísak berjast við Elmar, það verður geggjað, það verður main event. Ennum að Davíð er örugglega með eitthvað aðrar pælingar. Alltaf, Benni mætir Björgvini Snæ. Og svo mætir hann Ísaki á næsta Icebox í nóvember. Það taka þeir trilogy fætin sinn. Er þið geggja plan, eða? Benni mætir Bjögga. Ég er búin að senda Davíði message bara, heyrðu, mér langar að sjá Benna mætir Bjögga. Já. Hann var alveg að taka í það, sko. Já. Sko, Bjöggi náttúrulega, sko, þá hann sem MMA-fætir, sko, alveg lúmst góður boksari. Já, og hann náttúrulega búin að vera einbytta svo mikið að boksi undanfarið, keppt að fá Open, og náttúrulega smókaði Dorian þar, sko. Já. Og bara drullu góður boksari. Já. Búin að vera með svona óhefbundir stíl inn í hennar svona hefbundna boxið, sko. Já. Hann samt að verða meiri boksari, sko. Já. Þú veist, hann búin að vera einbytta svo mikið að boksari, fór náttúrulega var að æfa með ykkur í Keflavík Reykjavíkur smá tíma og var hérna úti í Tælandi þar sem hann var bara í boxgymmi að æfa með boxþjálfara, þú veist, ekki bara í einhverju MMA. Norskum boxþjálfara. Þannig að hann búin að vera fókusa mikið á boxi, hann hefur áhuga á Icebox, þannig að ég held að þetta sé fight og make fyrir næsta Icebox, Benni mætir Bjögga, sko. Ég er peppað það. Já, ég er peppað það. Með að við stílina spenna, sko, gæti verið skemmtilegt, sko, þegar Benni finnst gaman að svona, þú veist, víkja frá og slippa og, þú veist. Já, spila svolítið possum. Já, spila svona possum og svona og Bjöggi mikið inn og út og svona, þetta gæti annarkvæmt verið ógeðslega leiðileg. Það var geggjað. Ég held að það verið geggjað. Já, ég held að líka. En ég vona sko að Benni og Ísak bara mætist aftur og þeir bara haldi áfram að berjast og verði bara svona, þú veist, gera eitthvað annan bara góð. Og vonandi er þetta bara allt í góðu, skilur, þeirra á milli, skilur, þó að við séum eitthvað svona robbery og eitthvað, þú veist. Við erum bara eitthvað kallar, skilur. Ég held að William líka, skilur, eftir þetta performance mútið Ísaki, hann vilji líka svona, skilur, taka aftur, skilur, hann kom sterkur tilbaka, sko. Hann vill líka bara rematch við Benna, það var bara fyrsta sem hann sagði eftir að barðan lauk, hann bara takk fyrir fætinu, við þurfum að taka rematch. Já, hann er graður, sko, já, hann er til í þetta, sko. Það var eiginlega svolítið leiðilegt að bara fá ekki sjá barðaði á honum og Steinari. Það er bara verið góð skemmtun fyrir, bara fyrir þetta brons, sko. Já, einmitt. Ég veit ekki alveg okkur Steinar var ekki til í það, Steinar svo aktíður og ég veit það ekki, sko. Boxið að koma henni óvart að hann skildi ekki bara mæta og taka það. Þetta var pínu úr karakter fyrir Steinar. Það er kannski bara verið pirraður. Mér sýndist það nefnilega að vera eitthvað svona í smá uppnámi eftir bardagann eftir fyrir bardagann, sko. Hann var eitthvað svona, ég veit ekki hvort hann hafi meitt sig eitthvað, skilur, í hendinni eða hvað, sko. En hann virtist eitthvað svektur, sko. Svona virkilega svektur, sko. Það er rétt. En Steinar er náttúrulega einn af þessum barndamönnum sem að einhvern veginn náttúrulega rændur hann á Golden Ticket. Svona hvort hann svona upplifir sig, já, þetta er mikið mótlæti, sko. Svipað eins og með, þú veist, Ísak Guðna, þar sem hann er ekki að fá, hann er ekki alveg uppskýrað það sem hann sáir, skilur. Hvort að Steinar Berg sé að upplifa svona svipað. Já, einmitt. En ég veit ekki, en ég held að Steinar sé nú aðalega að boxa fyrir reynsluna, ég held að hann ætli ekki að verða boksari per se, sko. Þannig að gera það fyrir reynsluna, það er ekki svona mæti maður að sá þetta. Hann mæti bara á glímumót til þess að vinna glímumót og mætir á boxmót til að vinna þau og svona. En ætla alltaf að verða MMA-fætir. Já, einmitt.
Ég les svona einhvern veginn þannig í þetta sko. Herru, við náttúrulega elskum að tala um Elmar Gauta, en Elmar Jesus, Gauti... já, ég get talað hann bara heilu dagana. Let's go, eitthvað, næsti fætt. Já, herru, Elmar Gauti á móti Di Mario It's Elmer time. Já, hérna, Kvöð byrjar ungið. Ég var var Elmar að flýja í mínus 80 kíló, en náttúrulega Elmar búin að díla svakalega meðsli. Þann sleit eitthvað í öxlinu sinni og það var eitthvað mjög slæmt. Frá viðbeininu bara. Já, þetta var eitthvað, Davíð sendi mér einhverja mynd af einhverja svona úr einhverju svona læknisfræði textbook, sko. Það sína bara svona nákvæmlega hvað hefur gerst og þetta var bara eitthvað fór í sundur þarna. Og þú veist, það bara 3 mánuðir síðan, sko. Þú veist, þannig hann að koma tilbaka eftir það og hann var 87 kíló bara fyrir stutti, sko. Þannig að, þú veist, hann alveg búinn að vera taka gott kött á stuttum tíma bara til að meika 80 kílóin, sko. Þannig að það alveg skiljanlegt að hann ekki verið að keppa í 75 kílóum með þessu móti, sko. Þannig að þetta skot mitt eitthvað Elmar að flýja upp í mínus 80 og náttúrulega bara brandar ekkert annað, sko. Já. Þetta var líka, mér minnur, sko, á seinasta bikarmóti að þá hann verið nýkomin úr hérna bara lama með hendina og nýbyrjar, hann var eitthvað að sína mér þegar ég bara, skilur, hætt að fara á snjóbrett og skíði, skilur, þetta gerir ekkert annað en að slasa íþróttafólk, sko. Hann eitthvað, ég get það. Meiddist hann á bretti? Já, skilur, þeir gera allir. Bara allir að spila einhvern bumbubolta eða eitthvað og snúa ökla sinni eða eitthvað, skilur, þetta bara eitthvað rugl. En þá var hann eitthvað að monta sig að því að hann gæti svona, ég get svona næstu hérna lift hendinni, skilur, og það var bara seinasta bikarmóti, sko. Og svo ég vissi ekki eins og hann væri skráður á. Það komur á óvart, sko, út af því að það var svo stutt síðan hann var bara í hætti. Sko. Það er ekki bara svona góðu comeback-partæði fyrir Elmar, að mæta Di Mario sem átti bara í fulli fangi með það. Já, þetta er náttúrulega bara, þú sko, ég hef aldrei neinn verið hent í djúbulegina. Hún var bara flekt fyrir borð, sko. Já, svolítið, sko. Já, en hann, ég fílaði að Mario, hann byrjaði hann að bardaða bara eins og þetta væri bara whoever the fuck fyrir framan hann. Hann var ekkert eitthvað shit í móti Elmar, hann bara, ok, ég ætla bara að boxa minn leik og það að gera þetta og þetta, þú veist, og hann bara keyrði í hann. Og í svona, eina mínútu var maður bara, Mario bara fara að taka hann. Já. En svo náttúrulega bara kveiknar á Elmari og þú veist, það var bara ekki competitive þarna í lokin og maður skilur að dómarinn hafi stöðað það. Já, 100%. Ég held að það var ekki gefur aftur var Gunnar Óli eða Sævar sem var hringdómari. En ég held að hann hafi svona svolítið verið að leita ástæðilega bara til að stoppa bardaðan hérna í annarri lótu. Maður sá líka að þú veist, Mario var svo þreyttur, svona höggin og svo eru þessu svona labored, sko. Maður sá bara, þú veist, þetta er bara að fara að verða verra, sko. Og þú veist, ef þetta fengi eitthvað svona að halda áfram, þú veist, maður langaði ekkert að sjá hann eitthvað vera að kýla niður. Nei, þetta var alveg óþorri. Fyrir það sem ekki vita þá stöðvaði Elmar Di Mario í annarri lótu. Gummi sýnist mér. Já. Var dómarinn. Já, bara good call að stöðva hann að barda. Það var bara góð dómgæsla. Ég heyrði það svona út undan mér í Elmar, sko, eitthvað svona Elmar, hvað er þetta í öxlinni? Og hann bara, sagðist ekki finna fyrir henni, sko. Nei, það er gott stöf, sko. Já, ég hef ekkit... Hann hefur ekki sagt að þá hann væri að drepa, ég er alveg góður, fann ekki fyrir þessu. Já, nákvæmlega, þú veist, ég held að hann hafi verið heitur ennþá, sko, spurning hvernig þetta hafi verið þegar hann kólnaði, sko. Ég vona hann hafi ekki verið eitthvað svona rössja, þú veist, koma tilbaka og snemma eitthvað þannig. Bara hann góður. Já, það var illa gert að þeirra að vona eitthvað annað. Það væri hans illa gert. En þú veist, er Elmar að stefna á 75? Þú veist, er það hans... Ég held að það sé flokkurinn hans, sko. Ég held að það sé klálega það sem hann er að stefna á stórum mótum erlendis og svona, þú veist, áfram. En þú veist, ég minna, hann getur farið í 86 og Buffa Gabriel, maður er Íslandsmeistara. Þannig að, þú veist, hann geti alveg tekið nafna sinni Elmar í þungavíktin eða hann vildi. Það er bara Elmar's world and we're living in it. Það er til einhverja gamla klippur og honum að keppa í mínus 91, sko. Skilur inn á HNI í YouTube-unu, sko. Já. 90. Vá, hvað... Móti, þannig að, hvað heitir hann, hérna, Chrissy K.O. eða Chrissy TKO, TKO, skilur, það er einhverjum bardaðan milli þeirra á eitthvað. Mínus 91, sko, það er maður bara svolítið bumbi, sko. Já. Bólunukall, sko. Elmar listi sér einu sem bara, kartöflu með fætur, sko. Þetta er, skilur, en ég held að hún líði best, sko, hann alveg getur blómstrað í mínus 75, þá er hann alveg bara, þá er kardióið locked, skilur, þá er
höggþyngdin hjá hinum, skilur hjá öllum öðrum líka svona meira á pari við hans eigin, sko. Já. Ég er samt sko, persónulega, sé ég aldrei neitt mun líkamlega á Elmari. Hvað sem hann sé að mæta Gabriel Marino eða whatever, skilur, mér finnst hann alltaf bara vera Eins. og svona, hann er Elmar, hann lítur eins út eins og alltaf. Svo Black Hands stundum er hann með meira skegg og stundum kliftur, skilur, Emmett, maður sér Emmett, hann er bara eins alltaf, eitthvað með. Já, mér finnst þetta svona skipt hálfgreiðslu og skeggreiðslu svona eftir þyngdaflokkum, þannig að maður sé meiri. Já, þetta er hérna mínus 96, mínus 86 Elmar, hann er blátt hár. Það er Rough House Elmar, hann er að keppa í 85, það var yndislegt. Hérna, Di Mario ætti sko eiginlega bara að fá klapp, sérstaklega fyrir hreiðjarnar að mæta í hennan bara jafnvel klapp á hreiðjarnar. Sko það búið að henda báðum bræðrunum svolítið mikið í djúpulögina og Dorian fekk bara hérna Vítali, Steinar og Bjögga allt einhverja MMA-gaura en samt allir geggjaði strækjarar og geggjaði bóksarar svo hérna Mario, þú veist, fekk Benna, vann hann fær svo Elmar bara þegar ég sá það ég var bara oh my god. Þetta er líka bara svona að vinna Benna og bara já, þú ert bara aðalegu kallt í Mario. Slögt hratt niður í þeirri lest, sko. Já, hann lofa góðu. Já, þeir báðir, maður. Ég fíla þá, þeir eru báðir geggjaðir, sko. Ég er gaman að því að horfa á þá. Já, þetta hérna, þeir eru týparar það ekki. Mér finnst ég alltaf að vera að sjá einhvern veginn svona sama mannin undir mismunandi nöfnum. Þeir eru báðir týparar það ekki. Já, þeir eru. Já, alveg bara. Einægja, bara alveg. Það eru the real deal týparar. Já, þeir eru alvöru týparar. Já, geggjað. Herru, hérna, óskum Elmari Gauta, velkomin tilbaka í boxið. Þú fara að taka stöðuna á caps. Þegar Elmar er virkilega næskur. Því að sko, 5. lótan er svona áhugamanna podcast og við gerum mjög oft mistök. Og eitt maður gerði mistök, við hengum Elmar í þáttinn. Og ég man ekki hvort það bara upptakan eyðilegast eitthvað. Hvort það hafi ekki verið minniskupur eða eitthvað. Kláraðist á minniskortinu. Já, og við vorum eitthvað í kjallarnum heima mér eitthvað, æ, Elmar, það er enginn þáttur. Og hann er bara, ekkert mál, ég kem aftur á morgun. Og maður bara eitthvað, ok, eitthvað. En þú veist, það var bara tilbúin að taka nágamla sömu umræðu, bara aftur, skilur, bjóð sér bara til tíma á eitthvað. Og engin svona pirringur en eitt í honum, bara svona strangheiðalegur. Ég man líka að mætti ekki vel undirbúinn og var alveg með glósuður og eitthvað. Já, alveg algjör famaður. Já, einmitt, þetta var bara eins og hann hafði verið hérna beint úr FB einhvern veginn, bara með stílabókina sína, svona ghetto-glósur einhvern veginn. Og bara, já, þessi er bara það, svo bara flétt. Já, það er strangheiðalegt maður. Elmar geggjaður. Herri, færum okkur aðeins upp þyngd, mínus 85, Þórsteinn Sigurðsson á móti Gabriel Marino Robertson frá Bóðatýr. Þarna er sko Bóðatýr búin að vinna 3 Íslandsmeistaratittla, 1 Bóðatýr maður eftir og Gabriel Marino bara gat hann að tryggt fullt hús titla sem hann gerði, með stæl. Sko, persónulega, án þess að með leiðindi út í Þorstein, þá fannst mér hann bara ekki gera nóg í þessum barda. Mér fannst hann bara ekki spyrja neina spurningar, var svolítið bara á ytri hring, á hjólinu svolítið og... Það var svolítið bara að verjast. Já. Hann náði einhvern veginn aldrei að... Við varst bara verið að verjast, af því að hann bauð ekki upp á neina sóknargetu. Já, það var bara að hann hefði fullu fangi með það sem var að koma í áttina. Hann náði einhvern veginn aldrei að... En finnst það ekki eins og átbútið að hans Gabriel Marino hafi verið það mikið, skilur við? Hann kýlir bara svo fast, þú veist, það bara reality sets inn þegar hann byrjar að kýla þig, sko. Já, og svo var hann bara með pressu á honum. Já. Svona yfirgnæfandi eitthvað með einn pressu bara. Þó svo að, og hann hélt honum bara í pressunni, skilur, hann var alltaf að bíða eftir að Gabriel myndi koma inn og skilur alveg byrja að kasta frá sér einhverjum rosa þungum höggum, sko. En svo gerðist það aldrei og svo kemur Gabriel kannski tekur einhvern stutt combination, þú veist, þeir ætlar að svara, svo Gabriel bara komin út en samt aftur á hann í pressunni. Skilur, og þetta var eitthvað með bara svona, ég veit ekki hversu margar hringi þeir fóru í hringnum, sko. Þeir voru bara að labba í hringi, sko. Það var bara Gabriel að kötta á hann bara allan tíman. En ætti ekki svona reyndur bardamaður eins og Þorsteinn að eiga eitthvað svona svör við þessu? Af hverju lætur hann bara pressa sig? Mín tilfinning var svolítið að Þorsteinn væri mögulega bara svona að koma svolítið af sófanum, sko. Á meðan að Gabriel Marino væri bara búin að vera að grænda. Já, það er kannski pínu það sem ég er í að, sko. Var Þorsteinn tilbúinn í hennar barða? Sko, hann alltaf býr á Selfossi
og æfir í Hafnarfirði, þú veist, hversu er hann að keyra yfir á hverjum degi, er hann að mæta að einhver hverjum degi? Ég veit strák, stók strætó. En þú engar veist, ásökunir. þú veist, ég veit að bara Gabriel er mjög duglegur, þú veist, það er ekki, þú veist, hann er virkilega að taka boxinu sínu alvarlega. Þú veist, ég veit ekki með Þorstein. Mér finnst Þorstein svona, hann poppar upp og vinnur Íslandsmeistaratitil, þú veist, einhvern veginn, en svo sér mann hann ekkert inn á milli. Þú veist, hann vann Íslandsmeistaratitilin síðast, sko. Mót Armandas. Já, þannig að svona, en þú veist, ég hef ekkert séð hann síðan þá eða heyrt á honum eða neitt, þú veist, þannig að svona þú veist, ég veit ekki, kannski er að kjafta, en mér fannst það virka eins og hann væri kannski svolítið bara að koma á svo honum, sko. Já, ég held að hann sé ekkert, ég held að hann takja svona tarnir bara rétt fyrir eitthvað meginn EM, sko, þar sem hann svona rífur sér svolítið í gangi. Ég er alltaf með síðan 23, sko, síðan 2023 þar er hann búinn að keppa 3 svar, sko. Eins og mútið Elmar Gauta, næst svo EM í fyrra, mútið Armandas vann það, tapa mútið Elmar Gauta, vann Armandas, fyrir núna mútið Gabriel. Þetta er allavega af öllum mótum sem ég hef tekið upp senastu 2 blues ár, sko. Það eru 3 bardagar það, sko. Þetta er engin rosaleg virkni, sko. Nei. En ég veit alltaf, er ekki tattoo-artisti? Jú. Og fjara barnafæðir og svona? Já, ég held að það sé með fjölskyldu. Hann er með eitthvað fjölskyldu, sko. Já, þannig að þú starf brjálega að gera hjá honum, sko. Alveg, absolutt, sko. Þannig að ég held að hann hafi ekki tíma til að taka strætó og kannski vera að brunni bæinn og æfingar, sko. Ég held að Gabriel sé meira gift í bóksinu, sko. Já, þessa stundina, sko, já, algjörlega, sko. Já, en hérna, ekki það ég ætla eitthvað að rakka niður hérna Þorsteinn í allt kvöld, en hérna, Gabriel Marino, mér varst það svona, við rættum aðeins í útsendingunni þegar við vorum hérna útsendinguna, þú veist, átbútið hans Gabriel Marino finnst mér hafa oft verið, nú er ég ógeðslega neikvæður shit, hvað er að gera svona? En mér veist að, kannski er bara nóg, skilur við, að ef þú ert að vinna barðaðan og getur bara svolítið svona krúsað í gegnum þetta, skilur við, bara með að, hérna, svona, hóta hreyfingum og hóta endalaust og pressa, þú veist, ef það er nóg til að vinna barðaðan, bara, þú veist, góða nött, skilur við. Ég held að þú sér bara spoiled eftir bara back-to-back performance of the nights frá honum á Icebox, hérna, barðaðarna sem mútið Kristoffer, voru alltaf bara geggjaðir, sko. Hún er mikið minnistætt. Já, og þú veist, þar var hann einmitt bara að pressa bara kíla. En þarna var svona, þú veist, hann var bara með hann og hann þurfti ekkert að taka einhver ofmikla áhættu. Þú veist, það var bara nóg að stólka hann. Koma þessi nokkur högg aftur út, halda áfram á stólkan, koma inn nokkur högg aftur út. Já, ég er svolítið að segja það, skilur, ef það er nóg, skilur, ef það er nóg, þá kannski bara svona, en ég held að hann hefði alveg getað verið með meira output, sko, hann var meira... Já, hann hefði alveg getað reynt meira rótan eða eitthvað þannig, sko, en þá var hann alltaf bara að opna sig meira, setja sig meira á þetta, sko, sem er kannski ekkert endilega sniðugt að múta svona ógeðslega reyndum gæði eins og Þorsteini, sko. Já, ef það er nóg að bara stólka og pressa og hóta endalaust. Hann er rosalega svona þetta er rosalega óþægilegt að standa á mótunum. Það er það. Og svona, hann er endalaust... Hann er stór, sko. Já, hann tekur mikið pláss í hringnum, sko. Já. Hann leynir rosa á sig, sko. Já. Kýlliga greinlega mjög. Já, hann gerir það, sko. Klættir í mjög háa sokka líka. Ég fílaði það, sko. Já, ég fílaði það, sko. Mér finnst svona, já, mér finnst allir þetta vera í svona mjög háum bláum sokkum og mjög háum rauðum sokkum. Já. Eftir líka á hvernig það var lúk, sko. Já. Það er að flækja þessa keppnisbúninga. Það er líka bara skemmtilegt lúk á honum. Hann er með allir út í tattúum og hvað, hann er nettu gæði, sko. Svona ljósbláir sokkar bara nánast upp á hné. Ég fílaði það, sko. Já, og hann fekk tískustíðin, sko. Já, algjörlega. Og vel flúrað, sko. Það er náttúrulega auka hestöfl í hérna í tattúum. Algjörlega. Hann er líka bara með flott flúr, sko. Já. Já, fíla stílina, sko. Kom með eitthvað tattúgreiningu? Nei. Hvað finnst þið vera flottasta tattú hans Gabriel Marino? Ég veit það ekki, bara, þú veist, þetta er bara svona American traditional, svona skemmtilegt dót, sko. Já, hann er í svona stickerstíl eða ekki, svona lítið á alls konar. Já, það er svona ameríski traditional stíl, sko. Svona stickerstílinn? Já, svona patchy, það er. Já, er ekki Elmar Gauta? Hann er með svipa. Jú, Elmar líka svolítið hann, já. Þekkjum skrokkan af öllum stöðum. Viggi sérstaklega, sko, hann bara þekkir það einhvern veginn frá topið til hláa, þetta er skrítið, sko. En hérna, ég veit ekki hvað ég get fjölurt meira meðan borða, því eins og kannski þetta bara því að maður er vanur bara ógeðslega góðum performanceum og svona, þú veist, hvað svona Fight of the Night performanceum frá Gabriel Marino. Það er streamið þetta allir. Varst þú ekki að streama það? Ég var bara að streama eitthvað aukalega hjá mér, sko. Já, ok. En svo erum við náttúrulega á YouTube líka. Þeir eru á túbinu, maður, já. Ég ætlaði hérna að Ég var alveg með nokkra, hérna, að fylgjast með þessu. Já. Það var bara nonni mynd. Já, með þetta opið hérna, tjónuðu nokkri, sko. Nikita, Arnór var þarna. Arnór var eitthvað að segja hvenær fáið nonni versus Biggi rematchi. Give the people what they want. Þetta var það á TikTokinu? Aha, nei, það var á Instagram. Já, Instagram.
Já. Já, fólk býður spennt eftir því, sko. já, ekki. Við erum ekkert beinnið þar, eða? Ekki lengur. Ég var Já, í varst með stund. Instagram live. Já, svo dó síminn minn. Já, ok, ég held að þú væri bara að gera ykkur TikTok-reikning. Nei. Já, ok, já, ég er að segja mér þegar það er eitthvað svona í gangi. Það var líka bara þú í mynd, sko. Já, bara ég í mynd og allir bara eitthvað svona put a dick in it. Já, geggjað, en það er alltaf túpið núna, við erum að reyna að negla niður fasta tökutíma. Já. Verða líklega, hvað, mánudag klukkan 8? Já, ég held það er ekki málið. Jú, gefa manni ógeðslega lítinn tíma til að rappa upp helginni. Sérstaklega þetta stór UC og einmitt eitthvað boxmót og svona. Já, einmitt. Bara keisla. Það er alltaf að gera þetta, já, það djöfis keisla maður. Já. Við þessum bara að setja upp allt stúdíóið hérna. Þið eru rosalega duglegir að þessu öllu saman, sko. Ég verði að taka hattinn ofan fyrir ykkur, sko. Já. Þið eru alveg... Takk fyrir það. Já, skilur, þið standið þessa góð og diggu vakt, sko. Já. Ég er ánægður með þetta, sko. Já, takk fyrir það, en það er mikið pepp í gangi og menn líka mjög þolinmóðir, sko. Já. Við erum alltaf að gera ykkur mistök og ofta að vera með livestream og Jón Lúðvíks, kóngurinn Jón Lúðvíks, Já. alltaf gett peppandi, sko. Ég alltaf bara, ég fæ ekki streamin til að virka og eitthvað. Hann er bara, þetta eru tæknimál, Jón. Þetta bara, svona er þetta bara, geggjaðir. Bara, ég gaf hann ekkert, skilur. Það er alltaf bara flottistrákar. Þeir eru bara flottistrákar. Stórt shoutout á Jón Lúðvíks, hann er flottur. Hérna, ef að diskutera síðustu viðregn og rappa upp þessu ágættu kvöldi. Já. Æ, ég snerti mækinn aftur maður, sorry. Já. Það er hérna, það á til að koma svona hljóð í Ef ég snert hann bara hvar sem er, eða? Já, það er nefnilega að við floppuðum mikið af því, sko. Ég held að maður mætti snerta hann þessu mikið maður vildi, en svo var það ekki þannig. Já, ok. Þetta er svona no-touch mikrofón. Já, hands off, ok. Já, hands off the mic. Já. Hann er heitur. Hann er heitur. Herru, plus 90 kg flokkurinn er, já, bomburnar frá Akureyri, Ágúst Davíðsson frá Hnefileikafélaginu Þór, gegn, já, mjög frægum manni, Elmar Freyr Aðalheiðarsson frá Þór líka. Elmar á móti stærsta aðdáanda sínum. Já, sko. Ég vissi ekki af þessu. Hann harðneitar fyrir þessu. Sko, ég fekk þetta úr mjög traustum heimildum, sko. Að Ágúst Davíðsson ætti þessa Facebook-síðu. Ég elska Elmar. Hann harðneitar fyrir það. Elmar náttúrulega held ég veit ekkert hver á þetta. Nei. En ég var líka, sko, ef ég ætti Facebook-síðu sem var eitthvað svona, ef ég væri bara svona órundu boxari og ég var eitthvað svona, ég elska Garp Facebook-síðuna, svo yrði ég góði boxari. Það verður bara, nei. Ég ló, já, takk. Svo ég fann að, þú veist, carpoola með, þú veist, Garp Norður eitthvað að boxa og þú veist, við varum að bærast einhvern annan og við varum svona heitus gaurarnir eitthvað og ég myndi ekkert viðurkenna að ég ætti eitthvað svona I love Garpur Facebook-síðu. Nei, já. Eitthvað sem að Ágúst Davíðsson hefur bara gert á okkur gelgjuskeiði, skilur. Já. Ég svona diskutera það allan og ég ímynda með það. Mér finnst gaman að hugsa það einmitt, að hann hafi átt að. Ég vissi náttúrulega ekki af þessu fyrir en þú myndir stáðast í útsendingunni, sko. Ég hafði sko gaman að þessu, sko. Já. Ég var bara, hvað? En það er líka, þú veist, miklu skemmtilega ef enginn veit hver á þessa síðu, skilur. Nákvæmlega. Það er bara einhver svona Mr. X. Já. Sem á síðuna. En ég held að þetta sé minnst alls síða, sko. Já. Ég held að ég sé ekki náttúrulega. Ég fylgist með. Er þú það inni, eða? Já, ég man nú ekki hvernig þið postuðu eitthvað á þetta, sko, en ég fylgist með þessu. Er fólk bara að njósna Elmar og taka myndir á hann, Já, eitthvað svona spotta Elmar í pottunum dæmi, eða? Krónunni eða eitthvað, skilur, Svona, já. Það væri gaman. Það væri Ég myndi elska það. Eitthvað svona, Elmar breiður sig frá og eitthvað nappar svona mynd af búðakörun hans og eitthvað. Já. Þetta er það sem Íslandsmeistarinn borðaði. Já, þetta er það sem Íslandsmeistarinn borðaði. Ég ætla bara að gera það núna þegar ég hitti einhverja fætira út í búð. Vera bara eitthvað að bugga og bara eitthvað, hvað er körnið? Já. Hvað fær fætir sér? Bara, við erum við komið henni í beinu útsendingu. Já, starta bara einsta live-ið og bara, hvað ertu með? Bara kollaði út bara. Já, ég fíla svona hugmyndir, sko. Við höfum líka alltaf ætlað að vera með svona séð og heyrt horn. Já. Eitthvað svona, þessi er að deyta þennan og þessi rótaði þennan og þessi sérst á barnum dæmi, sko. Já. Eitthvað svona, þú veist, þessi fæti er komin til Kanari, eitthvað svona sleikir sóluna með bjórin, eitthvað, þú veist. Ég með langar í svona séð heyrt horn. Já. Ég er nógu mikið af einhverju svona slúðri í bardagaheiminum á Íslandi fyrir það. Það er alltaf aga fólk sem bæti bara á æfingu og fer svo heim og leggur sig og aftur á æfingu og gerir ekkert skemmtilegt. Er þetta ekki svona upp til hópað svolítið boring lið? Jú, ég held það. En sko, málið er, þanga til þeir kúka á sig. Þá grípum við þá grípum við það, skilur við. Eitthvað svona, eins og þegar Halli er bara eitthvað svona, þú veist, þegar hann tekur hérna bardaðan á móti hérna Kunli Laval,
fyrir gæsli, þá var hann bara beðin dorm eitthvað með konunni sinni, skilur. Já. Pottet eitthvað séð hirtstöf sem þetta, þú veist, grafið upp þar, skilur. Reyndar. Þú veist, það var bara eitthvað overweight og eitthvað. Þarf ekki einu svona að vera að það sé eitthvað eftir staðar, maður getur í að því. Herri, við þurfum bara að hafa svona þú veist, eins og séð heirt með bara svona, þú veist, ef þú ert með eitthvað skúp fyrir okkur, þú veist, það var 25 skall bara. Þannig að, þú veist, bara hlustundur, ef við með eitthvað dört á einhverjum fættur að úti. Komið og sækið. Þá bara getum við hendið ykkur míningars og prepparskortum með eitthvað. Já, nákvæmlega. Svona fríum máltíðum. Já, það var ekkert eðlilega juicy, sko. Líka bara eitthvað svona, einhver fær auka kíló á sig, bara eitthvað svona, hann hættur að berjast? En bara eitthvað, þú veist, einhver sást bara í framhjáhaldi og bara við birtum þetta bara, við brendum þetta. Já, shit, maður. Svo getur þú svona að fara að matcha við gaura á Tinder og Grindr og okkur dóti, skilur við, lokka þau, set them up. Við erum með svona dateline til að catcha predator. Grimt. Ég var ekki að tala catch the predator. Bara... fuck, ok, ég ætla ekki að fara lengra með þetta, maður. Nei. Ágúst Davíðsson. Herri, Ágúst Davíðsson mútið Elmar Freyr. Já. Var það ADHD-kast eða? Já. Geggjað, ég fann að digga Ágúst Davíðs. Já. Mér fannst það bara standa vel í Elmari. Já. Og sko, ég náttúrulega bara ekkert eitthvað svona besti bóksdómari alltaf tíma. Ég bara ekki einu sinni bóksdómari. En ég bara, þú veist, ég gæti alveg séð fyrir mér að Ágúst ætti eitthvað í... Ef Ágúst hefði fengið sigurinn, þá er ég bara svona, já, ok, það makes sense. Þetta er svolítið samt svona, einmitt, með þessa klúbabarða, skilur, þetta er svona... Já, það var smá spart. Já, mér finnst það, sko. Þetta væri allt annað. Mér langar svo mikið að það væri hægt að taka það bara út fyrir sviga. Bara, skilur, að þú getur bara, hei, leiðu þig stíðin í hring, þá er þetta bara bardagi, skilur, bara fight to the death. Því að þá færðu þið bestu bardaðana, sko. Já, 100% sko. En svo Elmar á móti Armandars og hafa óbend. Rosalegt stríð. Bara frá byrjun til enda, sko. Já. Knockdown inni, báði þreyttir og algjörð slöggfest eitthvað meginn, skilur. Það er það sem ég vil sjá. Hver var nokkaði niður? Armandars. Bara það var stoppaður, það ekki? Jú. Það var rosa bardagi, sko. Það var bara slöggfest, sko. Það er svona var ég einhvern veginn áttaði mig ekki á því, ég kveikt ekki strax á perinni þegar þeir voru að fara að berjast í úrslitunum. Þeir eru náttúrulega komið úr sama gymmi, þannig ég var alveg hæpaður upp bara að bíða eftir að Elma fer í bodyið og fyrir að negla, skilur, og svo einhvern veginn var þetta ekki alveg þar, sko. Þannig ég var alltaf smá vonsvikinn af því, en þetta er eins og, einmitt, bara með Tate og Noel, skilur, þetta er svona, það veit enginn hvað myndi gerast og getur tekið gymmin út úr þessu og þeir eru bara að fæta. En þetta er alltaf friendly fire bardagi, sko. Já. Og það var svona, þú veist, fyrst þetta er meira svona eins og spara, skilur, það er svona aðeins léttara. Það veit maður aldrei, þú veist, það var svona, þessum svona lausari loftinu, skilur, hver vinnur. Já, einmitt, já, nákvæmlega, þetta er svona... Það er svolítið þannig. En þeir hefði bara getað gert, þú veist, lagt meira undir, skilur, svona sá sem tapar keyrir heim og eitthvað. Já, einmitt, já. En ég held alveg, þú veist, að Elmar á sínu leveli ætti alveg að geta róta gæði eins og Ágúst ef hann væri virkilega að reyna að gera. Já. Það voru nokkur högg sem hefði alveg getað verið fastari, sko. Ágústum er rosalega skemmtilegan stíl, sko. Ég fíla eitthvað með hvernig hann bóksar, sko. Þú sést þetta í snilmann sem þú... Ég fíla bara hvað hann er með eitthvað svona effektiv stungur, skilur. Hann fer uppi, niðri, skilur, og svo einmitt með góðar hreyfingar, skilur. Líka bara á outside-inu þegar hann er að pressa þér af þessum stærri gaurum eitthvað með eða svona þjættari gaurum, sko. Hann eitthvað með ekkert mál bara eitthvað að dansa hana með þeim, sko. Nei, einmitt. Það er líka eins og á bikarmótinu þar sem hann var keppamóti gaur sem var svona meira hans level eða aðeins Sigurður, hann jafnvel. Nei, hann var á móti Nei, já, býtu, úps, já. Ég manni hvað hann hét. Á bikarmótinu? Já. En þú veist, þar gat hann verið að leyft sér að vera bara svolítið svona loosey-goosey og var svolítið bara eitthvað svona að spila eitthvað svona Philly-sjálf Já, einmitt. Það var svolítið gaman að fylgjast með honum. Getur það verið? Var það sem var í Hafnarfirðinum? Demantas. Já. Þannig að svona, það fannst mér mjög gaman að fylgjast með honum þar. Hann gat náttúrulega ekki alveg leyft sér að vera þannig loosey-goosey, þú veist, á móti Kolla og nú þegar hann kom bara í innan A-class flokk, sko. Já. Móti Kolla og Elmari. En samt bara ég á einmitt, þú veist, ég fíla stílinn hans, sko. Áskið? Ég hef alltaf fílað Elmarinn samt sem áður, sko. Ég hef alltaf bara, ég hef verið mann ekki einu sinni hvernig ég horfði á hann berjast fyrst, það var bara einhvern tímann á þessum
síðan ég byrjaði að mæta á boxmótur og taka það upp og þá sá ég hann bara, ég sá okkur einn bardaga þar sem hann var bara að digga í bótið á okkur svo feitt, bara með tvöföldum krókum skilur og það bara glumdraði út allt gymmið bara, skilur, það voru eitthvað svo fáir margir farnir og maður heyrði bara hversu mikið force var bak við þessu högg og það svona fannst mér svo eitthvað svona antiklimatic að sjá hann á móti Ágústi þar sem maður veit að hann hefur meira popp í högginu sínu en hann viljandi að koma inn, skilur, við erum training partners, skilur. Þannig að það farið harðar í golla, sko. Já, já, einmitt, skilur, þar hefði þetta bara verið stríð, sko. Já, einmitt. Já. Þeir hafa náttúrulega barist mjög oft, sko, það hafa alveg verið skemmtilegir bara. Já, mjög skemmtilegir, sko. Einmitt. Já, ég bara sammála síðust ræðumönnum, sko. Já. Þetta var ekkert svona full on war. Nei. Og svona, einmitt, en þá aðeins lausar í loftinu hvað myndi taka þetta. En þú veist, það ekki Elmar nokkuð búinn að pakka öllum í sínum flokki, þess að hann aðeins verið frá, skils mér. Já. Svona aðeins að koma tilbaka, en það ekkert nýtt á svæðinu sem hann getur ekki hengt upp á buffað. Nei, þú veist, þetta er ekkert einhver svakalegur flokkur. Þú veist, svo hann náttúrulega bara Sigurjón líka, hann tók Sigurjón á bikarmótinu. Já. Þannig að hann verði svona að vera með númeri á öllum þessum strákum, sko. Já. Númeri á heimilisfangið og adressin og allt saman. Allt saman. Já. En sko, ég svona gúttir að það að menn sé að mæta og þó þetta sé friendly fire að keyra í bæinn og bóksa. Já. Ég held að það verði mjög skemmtileg bílferð heim. Já. Bara tvei vinnur búin að bóksa hvern annan svona, sko, þú veist, það verður friendly fire, skilur, það var svona alveg. Já, það alveg eitthvað power og svo fær maður eitt högg, skilur, meiri það bara í sparri á æfingum, skilur, þú fær eitt högg í andlit og vilt svara fyrir þið, skilur. Já. En þannig þeir eru ekkert eitthvað að tappa hvern annan, skilur, en þeir eru alveg, það vantar, ég svo mikill öfgamaður nefnilega, skilur, ég vil bara sjá blóð og svita og tár, skilur, inn í rúminu, ég vil fá að sjá hjarta og Þú vilt fá blóðskvettunar yfir eins og Þorsteinn og Gabriel. Og það bara erfitt að skapa þennan andrúmsloft þegar þú ert að berjast við ykkur liðsfélagin. Skilur, eins mikil einstaklingsíþrótt og þetta að þá alltaf eitthvað svona riftana, skilur. Ég myndi ekkert undirbúa mig undir eitthvað stríð eins og ég var að leggja líf mitt í hættu ef ég væri bara að fara á móti Elmari. Ég væri bara, þetta verður erfitt spar, skilur. Og eins mikið og það kannski rót tauganar að þá finnst mér eins og bardagarnir eiga að vera ég náttúrulega ekki eitthvað svona staðalímynd ólympísks boksara kannski, skilur, ég vil svolítið bara fara inn og slást, sko, en skilur, ég vil sjá eitthvað svona, ég vil sjá eitthvað svona almennilegan slag bara. Já, nákvæmlega, ég skil. En þrátt fyrir það, góð frammistaða, hjá þeim báðum, skemmtilegu bardagi. Já, algjörlega. Sko, ég eitthvað illa innrættur fyrir að hafa viljað rota bygga þegar við mættumst í búrinu? Já. Nei, þetta viltu. Já, en þess af hverju vilja þeir þá ekki bara róta hvernig Já, skilur það er kannski því að þið eru ekki æfingafélaga beint. Þið eru bara vinnur að setja eitthvað bíf, skilur, og það er mikið undir þar, miklu meira ég veit það ekki. Af hverju, segð þú mér? Af hverju vildir þú róta? Ég bara búin að hallast því að ég sé bara illa innrættur, skilur. Ég fatt þetta ekki, skilur. Ég skil samt alveg Elmar sem bara svo miklu betri. Þú veist, að vilja ekki bara róta, þú veist, æfingafélaga sem bara ekki á sama leveli. Já. Skilur það alveg. Já. Sérstaklega þegar þetta skilur örglega með þeim fáir sem hann getur æft með. Já, vil ég ekki bara eitthvað buffan og vil ég ekkert bara, skilur, kannski eru tæran, skilur, að þeir báðir bara, skilur, eitt þungt högg og þá annar bara hættur í bóksinu og þá hinn bara eftir að sippa einn í salnum, sko. Já, góð. Það er náttúrulega, þú veist, eins og þegar við börnumst, ég meina, jú, þú veist, alveg mitt plan var alveg bara að reyna að róta núna, en samt, þú veist, það var alveg erfitt að gíra sig upp í það að, þú veist, fara þarna í barda á móti vini sínum, sko. Þú veist, mér leið miklu svona meira í einhvern veginn svona í einhvern svona killer ham þegar ég var að fara á Interclub og mæta einhverjum gaur sem ég þekkti ekki neitt, sko. Það var miklu meira til að meiða þann strák, fattar við. Það var miklu svona auðveldar að gíra sig upp í bara fuck that guy, sko. Þú veit að fekk að buffa eitthvað strák. Þú veist, þú var fullorðinn strákur. Já, ég skilði. Skemmtilegt, ég held að þurfum ekki að fjölyrða meira þetta þó ég sé alltaf til í að diskutera bardagan okkar. Bragging rights, heyrðu, þá, við erum svolítið búin að gera upp þetta mót, næsta mót
í september. Já, bara vorbikamótið. Nei, haustbikamótið. Haustbikamótið. Er engin önnur boxmót? Ég bara þekki það ekki nógu vel. Það væri náttúrulega bara Icebox í júní. Já, En það er svo ekki- hérna Supa-Dupa mótið í Finnlandi. Já, hvað hann sagði? Hvað heitir það? Pirka Pirka, tournament. tournament. Já, Pirka. Pirka. P-E-R-K-K-A. Já, það er Ég- bara ógeðislega finnst. Ég Pirka. langar ógeðslega mikið að fara á það mót, sko. Já, þið langar að fara á allt. 10. mæ. Já, en svo er líka hérna UFC í Azerbaijan, við getum kíkt þangað. Já. Við erum náttúrulega með UFC credentials og Yes, svona. Azerbaijan er í Evrópu, held ég. Er í Asíu. Sæll, ég veit það Það er í Evrópu. Já. Það Er er, það ekki? Jó, það er allan í Eurovision. Já, Já, þannig að hérna, við langar svolítið að fara þangað. Já, En við þurfum eitthvað að plana, svona þegar svo er náttúrulega kollið að berjast í mæ, við þurfum að fara já, þangað. já. Við þurfum að fara um alla heim. lænið þessu upp bara. Þetta er 10. mæ, hvernig er kolli? 31. Já, ok. Já, Það er svolítið löng ferð. já. Já. Þú mátt fara til Finnlands, ég nenni ekki að til Finnlands. Ég er búin að fara til Helsingi og Järvenpää og eitthvað elda kolla. Já. Ég nenni ekki meira. Ég er fokkin til í að fara til Finnland, sko. En ég ætla líka að kóla. Já, það var ekki bæði. Já. Það er bara alltaf í útlöndum. Það er gegga, hérna, við verðum alltaf bara þökkum HNI kærlega fyrir frábærlega gott mót og World Class Boxing Academy og Davíð Rúnari fyrir að halda mótið. Og, Og mér langar að hrósa dómarunum. já, Dómarinn er að fengi svolítið mikla gaggrinni, sérstaklega í kringum þetta mál með Ben og Ísak og við höfum náttúrulega alveg, þú veist, harkalega gaggrind dómarana. þú. Sérstaklega ég. Eftir það hafa svona dómarinn verið bara on point, finnst mér. Og þú veist, þeir fengi einhverja erlenda eftirlitsmenn til að koma og fylgjast með þarna byggamótinu okkur daginn. Já. Og mér finnst bara dómarinnir eru bara búin að vera virkilega flotti síðan þá. Þannig að mér langar að gefa bara dómarunum mikið hrós nú. Já, Já. það er mjög fallið þær. Mér finnst sko dómarinn alltaf sko vera svona miða af því að gera betur. Ég hef séð þess að dómarfundi sem að eftir mót sem að þeir taka mjög alvarlega. Þegar við vorum aðeins minni mólar á sínum tíma og þá mætti ég komið ofan nálátt einu svona dómarafundi og var að ná mér í eitthvað svona mínibörgar ekkert mann. Og það var bara ekki tekið vel í það af því það var bara sterkur fundur í gangi eftir eitthvað æsbókmót sko. Varstu rekinn út, eða? Gummi mjög strángur. Já, hann er, Það er ekki núta. já, það er svona, þú veist, Já. áðurinn við unnum Facebook Ég lendi bara í þessu bara núna á laugardaginn sko. Já. Það var bara, við erum að halda fund núna. Já. Já, maður sækja hérna. Já, en það er sko að því að þú veist, þeir eru strángheðilega með það, skilur við, að það er svona instant feedback greinlega í þessum dómarabransa, sko. Já. Og vissulega, þú veist, búum upp ykkur svona atvik þar menn eru ekki sammála á eitthvað og bara, þú veist, splittist þessum bardagar eru alltaf, hérna, eru alltaf diskuteraðir og ef að menn, þú veist, ef það er einn dómari, ef það er með unanimous decision, ef að 4 dómarar sjá bardagan á einn hátt og einn dómari sér annan hins veginn, skilur við, það er bara farið yfir þá, bara, heyrðu, hvað sást þú sem að við sáum ekki, skilur við. Og hérna, ég held að dómararnir hafa eigi alveg gott frá skil og þeir sé alveg vinna vinnuna sína rétt, skilur við, þú veist, það er það að fara tilbaka og skoða bardagana og bera rök fyrir sinni dómgæslu. Algjörlega. Dómararnir voru líka bara daginn, þú veist, þú voru að sparra upp í VPC og dómararnir mættu bara og voru að æfa sig og það var alltaf bara, þú veist, 2 sem fóru inn í hringinn, þú veist, og tóku lótur þar sem að dómararnir voru líka bara, þú veist, að æfa sig bæða skora og líka bara, þú veist, að stjórna inn í hringnum, þú veist, og þá, þú veist, og voru að þjálfa sig í, þú veist, að hvenær, þú veist, til dæmis, vera að slá með opnum hérna og hvenær mennur að setja of mikið hausinn niður og svona, þú veist, og að bara gegja að sjá að dómararnir séu virkilega bara mæti spörr hjá félögunum og reyna bara að læra. Já, bara that's the way to do it, skilur við, það bara upp og áfram, þú veist, og maður það bara hafa, þú veist, þolinmæði fyrir því. Saman með okkur, skilur við, alltaf mæti við viðtöl og svo eitthvað klikkar eitthvað tækniatriði og fólk hefur bara þolinmæði fyrir því og upp og áfram, sko. Þannig að hérna, þeir eiga mikið skilið finnst mér, sko, og svona hvernig HNI svona, eða bara svona ber sig fagmannlega, þú veist, þeir vilja bara vera í heimsklassa, og þeir vilja bara vera með allt sitt á hreinu og bara, já, bara góður, sko. Þannig að ég, hérna, já, þeir eiga bara gott skilið og ég sá nokkuð ný dómarandlit á sunnudaginn, eitthvað sem ég hafði ekki séð áður. Það voru einhverju erlendir Það voru 2 erlendir. Já. 2 held ég frá Danmörku. Já, komuð þau bara sérstaklega inn fyrir þetta mót? Já. Ég varst með þetta gaurinn, hann svona
leiði svona sem við að slæta sem maður hefur séð allan svo Sævar stoppa sko, Já. telja. Já. Hann horfði bara á þetta og bara, Já, bara já. Var hann ekki að dæma í bardaðinu hjá Ísak og William? Jú, Ísak og William og Ísak bara smelti einum af það og maður var bara, wow, þarna hefði maður séð, þú veist, Sævar og Gumma og þess að reyndi dómari hann heima, sko, þeir hefði talið þarna. Þeir var bara, Já, Gauri vildi sjá bara stríð, sko, ég var alveg bara, í byrjun á því, sko. Já. Það var rosalegt, það var gott líka að fá svona erlenda inn af og til og vera eitthvað svona, taka stöðuna á þessu. Flott að sé verið að fá okkur dómara erlenda til að koma eitthvað inn. Til að draga líka úr þessum vafa að, eða skilur við til að reyna að koma sér í það að horfa eftir eitthvað svona flókna og erfiða barda að dæma það sé ekki alltaf þetta, þessi dómari var að dæma hérna, eða þessi, skilur við. Það, maður vill ekki, maður ætla að reyna að taka allan vafa þar úr spilinu, sko. Já, einmitt. Algjörlega. Líka bara gott að flytja inn kannski reynslu miklu dómara, bara fyrir þá sem hafa vinnur reynslu, skilu. Nákvæmlega. Bara fá smá ferskt blóð og svona. Bara geggjað í alla staði, sko. Nákvæmlega. En ég var líka ánægð með, sko, þegar ég mætti á sundeginum og bara, ég ætla að vera með svona live commentary, hvar á ég setja upp borðið mitt, var svona eitthvað, og dómarinn bara svona, bara hérna. Að ég var svo, þú veist, maður veit að þið vilja ekkert ekki pláss og eitthvað. Ég var svolítið hræddur að þetta yrði vesen. En mjög svona, þú veist, það voru allir bara svo liðlegir, skilur við. Ég var rosalega hræddur að þeir hafa sett upp bönd og enginn má koma ekki nálægt til að hafa ekki áhrif og eitthvað. En alveg til ég að leyfa manni að setja upp borð og mikrofóna og lýsa þessu, sko. En þeir eru samt alveg með sína, þú veist, eins og hérna Gummi var bara við mig bara nákvæmlega hvað ég mætti ekki gera þegar ég að filma. Já. Þú veist, bara má ekki snerta hringinn, bara hann bara hringurinn geislavirkur. Það var einhvern veginn, en ég veit, þú veist, það var ekkert of geislavirkt þarna á sunnudaginn fyrir manni, sko. Þannig að þetta var þægilegt starfsumhverfi, sko. Já, mjög. Já, og ég var eitthvað svona, en ef ég er að tala hef ég þá áhrif á þennan dómara og hann bara, ég passa bara að hafa erlendi dómara hérna hliðina þér. Bara svona geðveitt svona lausnamiðað, og það er svo þægilegt að hlutir eru bara svona lausnamiðaðir. Fíla það. Herru, það er hérna púrkamótið í Finnlandi, svo eitthvað þarna í mildin Iceboxi í júni, svo byrja haustbikarmótið í september. Ég veit ekki hversu miklu innherju upplýsingar voru, en mér skilst að það hefjist á ljósanótt og verið haldið í Keflavík fyrsti dagurinn. Það má vel vera. Ég kem svolítið að fjöllum, ég er svolítið lélegur að horfa fram í tíman með svona hluti, sko. Já, ég fæ á svona símtöl þar sem fólk svona leikur inn með upplýsingum og segir svona, herri, þetta er svona off the record. Yes. Og svo gleymi ég svona hvað er off the record og hvað er ekki off the record. Og svo er ég bara, fuck, bara opnar næsta podcast á því. Ég var að tala um Davíð og eitthvað, herru, er þetta ekki alveg on the record? Bara hann ekki það sem ég sagði við þið var on the record. Og það er eitthvað svona, þetta er svo fyndið koncept, sko, því að maður svona byrjar eitthvað svona, maður opnar eitthvað fjölmiðil og podcast og eitthvað, þá kemur fólk svona, vill segja manni sögur og bara, þú mátt ekki segja neinum þetta. Hvað meinarðu? Ég er einmitt í stuðinni til að segja fólki frá þessu. Ég er einu maður sem geti bara ógeðslega mikið fömbla boltanum. Ég geti svo mikið fömblað þessu. Ekki segja mér þetta. Og bara, ég verður mjög sár ef þú leikur um upplýningu. Bara, hvað? Þú veist, gaur. Erfitt líf. Erfitt að heyra eitthvað geggjaða sögur sem enda bara og byggja ekki orð um þetta. Það er ógeðslega gott. Herru, hérna, það er seinni liðurinn í þessum frábæra þætti. Það er UFC 314. Volkanovski móti Lopez. Þetta hellaði kart. Það er ekkert UFC næstu helgi, þannig að við tökum smá pásu þar. Er ekki bara viku frí UFC, svo komum við tilbaka 27. Með fucking banger, Ian Garry móti Carlos Prates, það er next up. Rosalega bara það. Djöðlega spenntur maður. Mér langar að kaupa með svona Fighting Nerds gleru fyrir þann bara það, sko. Já. Fyrir þann bara það. Gene Silva var að mynda að auglýsa það í viðtalinu sínu. Já, post-fightinu bara. Já, vel gert, sko. Maður getur örugglega fengið þau, sko, á svona 30 cent í gegnum Ali, sko. Já. Hann sé ekki að smyrja vel á þetta, hann Gene Silva. Já, vill maður ekki styrkja Fighting Nerds. Þú veit svo mikið eitthvað svona, ég er hvítur, ég er alveg til að tappa nákvæm pening hérna og við kaupum eitthvað. Bara, ég er svo ekki þar, sko. Ég er svo ekki þar. Nonni vildi ekki tippa Alban og það bara, þeir eru búin að setja eitthvað inn á reikningin og ég að gaur, bara geða tippum. Það var, sko, við vorum með Albaníu, það var svo mikið að vera að smyrja á alla reikningar sem við fengum, sko. Og ekki bara, þetta er allt í lagi maður, við erum svo hvítir maður. Við erum bara ríki hvíti kallar. Já, nákvæmlega. Skildu svo eitt smá tips, bara ég ætla ekki að skilja þetta tips af eitthvað sem er bara, þú veist, búin að smyrja á reikningina. Við vorum ógeðslega ánægðir með þennan veitingastað.
Þú varst ógeðslega ánægður. Heyrðu, þú varst ánægður líka. Á hvað veitingastæður? Þetta var stránkæðarlega staðan það sem skemmtilegi kötturinn var með okkur allan tíman, hún var alltaf ekki honum kjött. Já, það var líka bara, það var eins og var í mat hjá einhverju albanskri ömmu, sko. Já. Það var bara heiðalegt og gómsætt og ég var alveg til að tipsa gömlu konunni í eldhúsinu, sko, og þjónuna, sko, það var finnir. Já, það var þannig stað, það var svo margir kettir alltaf á veitingastöðunum. Já, þú veist hvað staðir er talað Já, það er svona staðin þetta. Jú, einmitt, jú, það mátti alveg tipsa þetta leið, sko. Ég segi ofta að Albanía hafi verið stráng heiðarleg, sko, en hún svona, maður svona sem ég ekki, sko. En ég elskaði svona allar svona gömlu konurnar sem sátu svona út á götu með kannski bara 1 póka af kartöflum eða kannski 8 flíkur og voru svona að reyna að selja bara á götunni og sátu þetta bara allan daginn. Og svo bara svona gullokktjarmi var svona strá salti í kringum vörurnar sínar. Og maður svona, there'll help, bara nú kemur fólkið, sko. Og bara, ég verða að fá svona nærbuxur. Gaman að þessu. Herru, ef við ekki bara vinna okkur niður kartið, taka bara main eventin. Herru, byrjum bara á Alexander Volkanovski á móti Diego Lopes. Sæll, já. Vintage Volk. Vintage Volk, margir segja það. Hann engu glimt. Nei, sko það var svo margt sem að benti til þess að Diego Lopes myndi vinna hana bardaga. Allt nema svona að maður fattaði skilur getumuninn á þeim tveimur. Það er þetta 35 ára fighter sem er búinn að missa titilinn, getur ekki unnið titilinn tilbaka. Það er svona 95% rétt. Líka það sko, að fighter sem hefur mist titilinn og tapa back to back og á róttöki bæði skiptin. Og rótan tvisar. Já, á þessum aldri, á þessum stað, skilur, þetta er erfitt comeback. Já. Eins og Volk sagði sjálfur, sko, að þú veist, þetta er stærsti chapterinn í sögun hans að ná þessum sigri og þessum titil tilbaka. Þannig að sko, komið fréttir af því á hann á Instagram að hann braut þessar hendina í fyrstu lóti. Volk? Já. Jesus. Já, og svo er hann alveg blindaður á vinstra auga í fjórðu lóti. Já, eftir höggið? Eftir höggið frá Lopes. Hann bara sagðist ekki að hafa séð neitt. Já, braut hann eitthvað orbital eða eitthvað? Ég veit það ekki alveg, sko. Þannig, mér sýndist ekki, sko. Það var bara svona glens yfir auga, sko. Já, ok. Það er ekki putti, en bara svona glens yfir augað. Og svo hann með skurðið hinum einn, skilur, og eitthvað blóðalega, skilur, hann bara, maður sá það líka, leið og hann fékk þetta högg frá honum, byrjaði að sörkla ótrúlega svona aggressíft og svo stundum bara þurfti hann að stoppa og byrjaði bara að þróa og þá var ég bara, nei, ég fekk bara flashback, skilur, að Volk að vera rótuðum, sko. Hann leit út eins og hann sæ ekki neitt, skilur, hvaðan höggin var að koma og hann var eitthvað með bara throwing caution to the wind, bara að reyna að hlaupa bara ekki í burtu, skilur, bara bókstaflega frá honum, sko. Já, nákvæmlega. Ég er svona... Mjög stressaður yfir sem parta, wow. Sér í lófunum að hugsa til þess með ég var svo mikið á Diego Lopes lestinni, sko, og ég var svo pirraður yfir því að hann hafi ekki gert neitt annað en að boxa, skilur. Það var eina sóknið hans var boxið og var ekkert mikið betri boxari en Volkanovski og átbútið hans Volk var miklu hærra. Ég er mjög súr yfir þessu, sko. Hann alveg að outstrika hann 2-1 í öllum þessum lótum einhvern veginn. Já, ég var bara fyrir svo miklu vonbrigðum yfir Diego Lopes, því ég er bara svo lengi á Diego Lopes lestin, sko. Ertu búin að vera? Já. Þannig að sko, það var allir ógeðslega ánægðir því að Volk hafi fengið, sko, titilinn tilbaka. En ég var svo konfliktið, ég var bara svona, ef Diego Lopes vinnur þetta, þá græði ég smá pening. En mér langaði samt bara að sjá Volk einhvern veginn vinna þetta, þegar hún komin inn í þetta og hann var að standa sig svona vel og ég var eiginlega bara svona, þú veist, ég vissi ekki hvernig maður átti að líða því að þú veist, peningur, en Volk er svo geggjaður. Maður þarf að taka teipið út fyrir söga, sko. Það er svolítið málið. En, þú veist, getur Volkanovski, þú veist, getur hann varið þetta belti? Já. Ok, hann brýtur svo hendina, blindaður, hann er svolítið, þú veist, hann er illa farið. Já, leit svolítið röff út eftir hann að barða. Mjög svo. Og, þú veist, Diego Lopes einhvern veginn, hann er að fara langt upp fyrir sig, sko. Hann er bara sko, það er svolítið rushað, sko. Já. Þú veist, það er ekki langt síðan við sáum hann bara eitthvað debjúa í, móti Evloev í UFC og eitthvað bara komið sterkt til bara. Maður sá að hann var alveg svona, það var mikil getumunur, en samt er Volkanovski þetta illa farinn. Ég er svona velti fyrir mér svona hver mann geti mætt og varið beltið. Movsar Evloev, það er next up. Er það staðfest? Það ekki, það er enginn búinn að staðfesta við mig, sko, en það er svona það sem maður liggur beinast við, finnst mér. Náttúrulega, Topuria og Holloway eru báðir farnir upp í lightweight. Já. Þannig, þú veist, þá er það bara, annars er það Jair Rodríguez. Já. En ég veit ekki, mér finnst að Movsar Evloev eigi skilið næsta shot, sko.
Svo náttúrulega Leroy Murphy mun koma eftir það. Já. Hvað með Jean Silva? Já, það... Hvar er hann inn í þessari? Hann er komið núna í 11. sæti, var að dettin á rankings. Er hann bara í 11. eftir Bryce? Já. Já. Hann var náttúrulega bara ekki inn á rankings. Nei, hann var náttúrulega inn á. Bryce Mitchell ég heldur ekki það hátt metinn sko. Bryce Mitchell dottinn af rankings. Já, var hann fyrir bata? Var hann 8 eða 9? Ég veit það ekki. Þeir eru nefnilega komni með eitthvað nýtt kerfi. Þeir eru komni með eitthvað AI kerfi sem að ræður rankings núna. Já, það? Já. Þetta er eitthvað, þú veist, það var alltaf bara svona, þú veist, ef þú vann skaur þá bara fékkstu sæti hans og eitthvað svona. En núna... Ekki alveg þannig. Það var svona nokkuð með þannig. Var þetta ekki hérna... Það er orðið eitthvað aðeins öðru sér núna. Þetta var svona stjórnað svolítið af media. Já, var þetta ekki media votes? Eitthvað, skilur við fráfyllt að einhverjum svona official UC. Já, með minni það sko. Já, þetta er þannig sko. Og Dana White sagði bara Dana White var alltaf, já, hann var alltaf á drull eitthvað yfir þetta sko. Já. Einmitt, en þeir eru bara að skipta, þeir eru komin í þetta AI rankings. En svona þegar ég sleppti spurningun á það, þá mann ég að Jair Rodríguez sagði í post-fight viðtalinu að Hunter Campbell hefði lofað hann title fight ef hann inni hennar bara. Já, á móti Pitbull. Ok. Þannig að við fáum þá líklega að sjá Jair Rodríguez á móti Volkanovski. Og þá er eins gott hann sé búinn að taka til í glímunni sinni. Já, einmitt. En eins og svo er Arnold Allen hana líka. Já, og hann lofar góðu. Tapa á móti Holloway. Já, eða tapa á móti Holloway sko, tapa á móti FLOF, vann Chikadze senast. Já, var ekkert rosa mörg stig fyrir að vinna Fidel sko. Nei. Þannig að mér finnst hann ekki alveg inn í myndinu sko. En ég meina með við rankingin segir að horfa á bara UC síðunni sko. Þeir eru ennþá með, þá er þetta sko Volk Champ, Max nr. 1, Diego 2, Ilja 3, Jair 4, fór upp yfir Mósar eftir hennan bara það. Svo er Arnold Allen, Brian Ortega, Leroy Murphy, Aljamain Sterling, Josh Emmett. Já. Aljamain Sterling eða það? Já, bíl. Það er bíla sko. En Aljamain Sterling er komin upp vikt. Já. Nei, hann var í bantamveginn, nei, hann var í bantamveginn, nýja komin inn í... Já, þannig að það væri þá í rauninni annarkvort Mosar Evloev eða Jair, gefið að Ilja Topuria er farinn, Diego Lopez klúðraði sínu og það er eiginlega ekki hægt að setja Max Holloway og Volkanovski aftur saman. Nei. Já, svona eiginlega. En sko, gæti Dan Ige ekki bara fara að blóta sig í það líka? Nei. Akkur ekki? Dan Ige? Já. Akkur ekki? Dan Ige er bara alltaf ógeðslega fucking góður. Já, hann hefur ekkert sett saman eitt rönn, sko. Hann var bara að vinna hérna Sean Woodson. Já, það er ekki rönn, það var sigur. Já, en þú veist, hann er búin að vinna fullt af gaurum. Er hann ekki alveg með einhverja nokkra í röð? Var hann eitthvað að tapa? Tók hann ekki eitthvað short notice? Jú, hann tók eitthvað 2 tíma short notice. Já, tapaði móti Leroy Murphy og Diego Lopez. En þú veist, annars er hann búin að vera að vinna alveg fullt af borðtöfum, sko. Hann er alltaf góður. Sko, þetta er sigur, tap, sigur. Þú getur ekki sagt að hann sé að vinna fullt af börnum. Jú, hann er að tapa einhverjum barndar sem hann tók með 3 klukkutíma fyrirvara. Þú veist, hann er að vinna góða gaura og hann er í top 15 og þú veist. Biggi, þú ert bara í bullinu. Já, hann er kannski svolítið langt frá hérna eitthvað title shot. Já, en ég meina, þú veist, Dan Ige fær kannski einhvern góðan gaur næst, fyrst hann gæti sanna að hann gæti tekið út hættulegan gaurinn sem Sean Woodson. Já. Og ef hann vinnur þann barndag vel, þú veist, það er ekkert eitthvað það langt upp, sko. Svona 2-3 sigurar? Já, þú veist, bara einn rosa góðu sigur og þá ertu bara kannski komin í bara svona title eliminate og barndag eða eitthvað. Þetta er svolítið langsótt, sko. Ef hann myndi, þú veist, vinna Evloev eða Arnold Allen, ef hann myndi vinna sem barndag gegn þeim og vinna það, þá, já, kannski. En þetta eru alltaf 2 barndagar, ef ekki 3. Já, 2, kannski. Það gæti alveg gæst þeimur. Já, sko, allan í þessari umræðu þá finnst mér Dan Ige bara alveg out of the question. Já, fyrir næsta title shot, en þú veist, hann gæti blanda sér í þetta núna. Dan Ige, ekki afskrifa hann, sko. Sko, já. Ég held að Dan Ige gæti líka bara tekið short notice ef einhver dettur út og bara beint í title og bara hann gæti unni hvert sem er á góðum degi, sko. Verður til í að sjá svona Sean Silva, skilur Dan Ige, en það væri samt örugglega svona fíter barndagi kannski fyrir Sean Silva, sko, myndi ég halda, sko. Það væri svolítið svona annarkvort kemur Dan Ige sterkur tilbaka og prúfar hérna legitimacy af einhverju rönni eða þetta verður bara annar kladdan hjá Sean, sko. Dan Ige getur hann strýtt hvernig sem er á góðum degi, sko. Já, svo er gæðan að Yusuf Zalal
hann alltaf átti leiðilega winni þannig daginn sem hann fór bara svona get safe í gegnum og búinn að fá svolítið skít á sig fyrir það, en það hættulegu gaur, þú veist, það fullt í gangi í featherweight, þá manni finnir svona smá svona Topuria og Holloway farnir og eins og sé eitthvað svona, þú veist, það alveg eitthvað spennandi þarna sem getur gerst næstu árum, sko. Já, ég Drew líka sem að þið Volk væri spennandi. Já, það væri gott. Ég væri til í að sjá það. Já, þú veist, strikingið sem að ég Drew líka sýndi klikkað og bara Volk brá, þú veist, Volk og ég Drew líka sem búin að vera þarna lengi. Það var gaman að sjá hann svona. Þannig svona klassík, hann gæti svona haldið, hann myndi svona vinna beltið og svona, ég veit ekki hvað myndi verja mikið sko, en svona já, ég veit það ekki. Ég myndi allan fíla það sko. Sáuðu vídeóið af Volk, hann gerir alltaf svona eitthvað comedy sketsa fyrir fætarna sínu núna. Nei, ég sá það ekki. Sáuðu ekki þegar hann er svona tónlistarmaður? Ég alveg sá þetta ekki. Nei. Þið eru glataðir yfir síðan áhugamenn maður. Nei, hvað? Það eitthvað svona, hann eitthvað svona, já þegar ég ekki að berjast, þá ég reyndar svona music producer og hann svona alltaf að syngja eitthvað svona lög eins og Leg Breaker og eitthvað í svona mismætti, þú veist, country tone, Eurobeat tone og eitthvað. Sáðu þetta ekki? Alltaf með hárkollu og eitthvað, þetta ógeðislega fyrir. Ég hef ekki séð það sko. Þið eru fucking vonlið. Hann var eitthvað að syngja á Blaðamann. Já, það fyrir svolítið síðan eða ekki. Það var Hann er music producer. Já, hann var eitthvað að raunið við klippinguna hjá Diego Lopez. Cause tonight's gonna be the night that I fall for you. Hann var eitthvað að skilja. Já, hann var að gera, hann var að segja að Diego Lopez væri eins og okkur emo-söngvari sko. Já, það er einnig ógeðslega góða punktur sko. Það er, já. Ég skil ekki þessa klippingu. Mér finnst hún geggjuð. Ég skil bara ekki mannin. Þessi gæi með þessa klippingu, hann er einhvern veginn svo mikið dúlla og þú veist. Alltaf með einhverju kúrikahatta og eitthvað skilju. Já, mér finnst hann eitthvað. Ég skil ekki karakterinn hans. En ekki bara brasilískur emo cowboy. Já, einmitt. Ég bara fíla þetta weird vibe hjá honum. Já. En sko, ég fílaði klippingun hans Diego Lopez upprunalega sko. Og ég var svona, cool. Og svo einhvern veginn alltaf svona einhvern veginn og ég var svona eitthvað, svo var þetta bara svona síðara og einhvern veginn og ég var svona gauð. Stokka þessu. Ef ég fengi val að fá hár aftur, en það yrði að vera klippingin hans Diego Lopez eða að vera sköllóttur, að hugsa ég tæki skallan. Það er svoleiðis? Já. Ok. Ég finnst það vonlaus klipping. Með að vegi ég digga hann til að byrja með sko. Já, kannski er Diego Lopez núna bara að taka stutt árið og blítsa það og taka bara þetta Bronx á þetta, skilur. Já. Taka eitthvað virkilegt change-up, sko. Já. Koma grjótarið tilbaka, sko. Já. Já, en það er eitthvað, þetta er svona eins og Paddy, skilur, komið með hérna fléttunar og eitthvað, skilur, hann er ekki lengur bara með hjálminn, sko. Já, heila sakna. Sko, Paddy hefði aldrei orðið svona vinsæll nema þegar hann var með hjálminn. Já. Þetta er iconic, var ekki verið að selja þessar hárkollur bara á UFC-eventum og eitthvað, þetta var alveg stæmi, sko. Ég ætla að panta svona hárkollu með Fighting Nuts glirrunum mínum. Ertu alltaf með þetta? Já, alltaf bæði. Geggjað, Paddy Baddi náttúrulega bara, geggjaður. Já, næsti fight á dagskráfum mitt, Michael Chandler, Paddy. Já. Hvað fannst ykkur hann? Ég var hissa hvað Paddy var ógeðslega stór. Relevant, þú veist, við Michael Chandler. Michael Chandler er náttúrulega bara nægur. Já, ég meina að hann var bara svona little people lítill, skilju. Þú veist. Þetta verður kovaxinn bara. Já, ég meina hann hefði bara átt að vera í endurgerðinni af Mjallhvít, skilju. Hann pínu lítill. Og ég svona gerði smá svona underdog bet á Michael Chandler og svo þau bara það byrjaði og ég bara, hvað var ég að gera? Þetta er í heimskur, já. Þetta er í heimskur. Að ég bara, Paddy var stærri en hann, betri boxari og Michael Chandler bara sá ekki fyrir sér í glímu, sko. Mér fannst heimskult á honum að reyna svona mikið að taka Paddy niður út af því að hann var að eyða svo mikil orku. Hann hafði frekar bara þetta sveifla like a motherfucker. En hann var bara, Paddy var bara písun upp standi. Og bara rangeið og ramminn og allt saman, skilur. Það veist, hann átti ekki break. Hann gæti ekki unnið neitt exchange bara í þessum bardaga. Nei. Miður, sko. Paddy var betri en Chandler á öllum sviðum. Það sá svolítið svona aldurinn á Chandler í þessum bardaga. Já, mjög svo. Mér finnst það. Og bara, já, algjörlega. Að því ég hugsaði mér svona fyrir bardagan, ég bara, þú veist, Chandler fór 2 bardaga gegn Oliveira. Já. Og það var bara, þú veist, bara benga, bara geggjað. Sko með Paddy.
Patti líka bara orðin góður. Já, Patti já. var ekki svona góður. Ég var heitir fyrst einhvern veginn á Já. Patti í byrjun sko, með þannig alltaf vera með eitthvað svona lakklausti stand-up og eitthvað bara svona, wow, allir þessi toppgauður myndu písan, Já. bara skilu písan. Já. Og svo allt í einu mætir hann í þennan bardaga og hann bara eins og einhver nýr gauður sko. Bara geggja distance management. Já. Það er komin að forðast alla bombuna, át hana eitt högg og bara, hvað, skilur, og helt áfram að labba niður, skilur. Einmitt. Vann hann bara á öllum sviðum Já. og bara, ég bara man ekki eftir svo mikill í einstefnu einhvern veginn gegn Michael Chandler. Ég sá eitthvað svona meme, eitthvað svona Michael Chandler is the type of dude, skilur, eitthvað svona að vera söpbaðara boxara, þegar hann var söpbaðara Dustin Poirier, skilur, að vera eina KO-aðara grappler, skilur, og vera, Já. og svo, nei, hann að get TKO'd by hérna grappler sem er Paddy, but take the greatest of all time to a 5-round decision á móti Oliveira, og maður var bara svona, já, skilur, hvernig meikar þetta sens? Meikir ekkert sens. Meikar ekkert sens. Það meikir ekkert sens þannig kringum. Nei, þetta var mjög spes einhvern veginn. Ég veit ekki hvað ég meit, já að, skilur, hvað á maður að gera við úrslitin í þessum bardaga, sko. Nei. Patti sýndi bara virkilega, hann er búinn að stíga upp á næsta level, sko. Ég fílaði þetta tweetið frá Renato Moicano, var Patti Pumble 2024, easy money, Patti Pumble 2025, not so easy money. Þannig að hann hafði sagt þetta, sko, hérna, eitthvað, þú veist, Patti Pumble, easy money, Dan Hooker, easy money, Islam Makhachev, not so easy, eitthvað. Og þú veist, og núna er Patti komin í þennan flokk, sko, not so easy. Vitið þið á hverju þessi bardagi var 5 lútur, eða? Bara út Var af það það eitthvað var bara- stór fætt. Já, var það bara það? Já, svona, þetta eru svona einstaka fætt sem að eru hvorki aðalbardagi, nýja titilbardagi Já. sem að fá 5 lótur og það Já. er bara út af þetta er eitthvað sexy dæmi og báði menn eru game. Já, einmitt. Og já, bara, þú veist, en það voru bara ógeðslega margir spenntir fyrir sem bara það, skilju. Já, því ég man ekki eftir, var ekki eitthvað spurning einmitt hérna með kardjói hjá Patti, eða? Hvort hann myndi ná að fara 5 lútur? Var það Jú, eitthvað ég- spurning fyrir bardagan? Hefur hann einhvern tímann? Hann hefur aldrei farið 5 lótur, Nei. ekki svo í munni. Ég sá einmitt aldrei fyrir mig að þessi bardagi myndi fara 5 lótur, sko. Ég var alveg vissum að hann myndi enda, sama í hvora áttina það færi, sko. Þú veist, annarkvort væri, ég hugsa annarkvort væri ekki Chandler að fara að róta hann eða Patti myndi sopa hann, sko. Já, Ég sá aldrei fyrir mig að þetta færi inn í Championship round, sko. Championship round, nei. En sko Patti hækkar 4 sæti, já, samkvæmt gerfugrindinni. Mattias Gamrot hækkar upp 1 sæti, heima á sófanum. já, Er ennþá hærri. hann áskilið. Já, hann á þessu skilið. Stóð vaktina á sófanum. Segir kannski helling hvernig þetta AI-system virkar. Chandler niður 5, var það ekki? Jú, Chandler niður 5. En þetta er greinilega eitthvað svona, þú veist, þetta er eitthvað ranking system sem tekur bara mið á því þú veist, hvern andstækinn þín hafa verið að berjast við áður, skilur við. Já. Og svo kannski bara, þú veist, hækkar það skor eitthvað og þá hækkar sæti og eitthvað svona skemmtilegt. En sko Patti er þá komin í 8. sæti. Með auðvitað bara að tala mikið Patti. Það er eiginlega hissa sko, hann sé ekki komin hærra, skilur hann. Þegar hann verið í umræðinu svo ógeðslega lengi. Þannig að getur maður að berjast við eitthvað svona topp. Þetta veist, langstærsti bardaga hann synga til. Og hann er svona duglegur að velja sér bardaga og, þú veist, og svona tímasetja bardagann sinna vel, skilur við. Saman með eins og þegar Patti er að koma inn í UFC, þú veist, UFC er löngu búið að bjóða honum samning, og hann segir nei til hann sér með reynslu. Þar sem hann er svo góður að meta, skilur við, hvar hann er í ferlinum og hvort það sé tilbúin. Var hann tilbúin í Michael Chandler, þú veist, já, 100%. Já, greinilega einmitt. Já, bara greinilega. Þannig að maður er svona farin að treysta honum bara, ég held að hann er miklu klárari en maður gefa honum kredit fyrir. Ég sé aldrei eitthvað að gefa honum kredit fyrir að vera eitthvað gáfnaljós endilega, skilur. En núna væri bara svona, ok, þú ert mjög góður að vera með puttan á pólsinu. Að spila leikinn, skilur, spila ferilinn. En hann vil klálega berjast upp fyrir sig núna, þannig að bara spurning móti hverju. Hann náttúrulega sagðist vilja bara mæta einhverjum í topp 5, nefndi Charles Oliveira, Dustin Poirier og Justin Gaethje. Justin Gaethje var í húsinu og það myndi alveg koma hann, sko. Dustin Poirier segir hann er komið með fætt og þá bara eftir að kynna það. Og það verður síðasta fættin hans, þannig að hann og Patti er eitthvað að berjast. Dustin Poirier stakk upp og hann myndi mæta Dan Hooker. Ég fíla það í tætlur, sko. Ég fíla það. Ég tók eftir að Patti nefndi ekki Ilia Topuria. Ég held að myndi nefna hann, sko. Já. Ég held að myndi vera eitthvað, hand sanitizer boy. Kóla nú. En hann passaði að sá að vera ekkert að nefna hann, sko. Nei. En þú veist, það væri, en kannski búið að lofa Topuria. Ég held að Topuria myndi ekki fara í hérna rank 8, sko. Nema hann myndi fá garantera, ef hann er ekki nú þegar með eitthvað garantera Já, ég held að hann line-up, sé sko. bara með það, sko. Já, ég held að. Það sé með það garanterað. Já, sko, Já, ég held að hann sé með eitthvað. Colby
var að leka, hann var í einhverju viðtali, einhverju social media dæmi. Það sem hann sagði, sko, það verði International Fight Week hérna í lok júní og það verði, sko, það verði aðalbardaðin verði Makhachev á móti Topuria og svo verði Dricus du Plessis Hamzat sem co-main. Þannig að það verður bara eitthvað. Ég hef þetta frá Colby Covington, þannig að það er mestu fáið í heimi. Já, en þú veist, ég held að hann geti samt alveg mögulega að vita eitthvað, sko. Já. Ef þetta getur verið stærsta kart ásins, sko. Líka þeir hafa alltaf svona biluð karts í International Fight Week í júní. Manna, þú veist, Conor Chandler átti upphaflega að vera á svona late júní karti, sko. En þeir gera alltaf eitthvað stórt á og þetta hljómar eins og stærsta kart ásins, sko. Já. International Fight Week sem er bara eitthvað stærri í heiminum eða eru að fara til Abu Dhabi? Já, er þetta ekki alltaf eitthvað svona Abu Dhabi? Jú, þetta er eitthvað svona Emirates, eitthvað. Þetta er eitthvað svona þannig feelingur í þessu. Já, getur verið að góðum tíma þá. Já. Partí í mínigarnum. Partí í mínigarnum? Já. Ég og Nonni í Abu Dhabi. Let's go. Ég fór til Abu Dhabi á leiðin til Thailands. Það er ekkert merkilegur staður. Ekki. Fórst ekki á UFC. Já. Það mun breyta öllu. Leður komið mediapassaðinn hann fyrir UFC í Abu Dhabi, þá ertu bara royalty. Leður komið ringside. Já, bara Abu Dhabi nice. Já. En það var líka eins og meina bardaði hjá Patti, margir voru að benda á shit, sveimi þá, ég held að það hafi verið Colby Covington sem lét mig fatta þetta, combined record að senastu 3 gaurum sem hann er búinn að fara á móti. Þetta er Tony Ferguson, þetta er núna Chandler og Bobby Green að þeir í seinustu bardagunni sínum eru 0-13 þannig að þetta er svona einmitt smart feril move að finna alltaf svona gaurinn sem er kannski eitthvað svona smá leiðin út en ég sé bara ekki eins og þessi call-out hjá honum og meira þess að eftir þetta performance á móti Chandler þá er ég samt eitthvað svo skeptískur þegar ég heyri Charles Oliveira koma út munninum á Paddy Pimblett þá er ég bara svona gaur í alvörunni ertu tilbúin í það. Svo kannski kemur hann inn og rótar þessa gæja, ég veit ekki, ég veit ekki hvað ég á að gera með niðurstöðuna úr þessum barða. Ég liggur við að mér langi að spá bara Paddy sé að fara að subba Charles. En hann sagði, þið segja að Charles Oliveira sé greatest submission artist, eitthvað, but I dispute that. Og hann vil meina að hann sé mesti submission artist í lightweight, Þannig að það er bara að koma í ljós. Þannig að, þú veist, eins og hann sagði líka, alltaf í hver skipti sem hann nær einhverjum árangri, þá svona færa the goalposts. Já, það er alveg rétt, Þú veist, það voru allir bara eitthvað, hann er aldrei að fara að vera top 10 og þú veist, hann er orðinn top 10 og allir bara eitthvað, Chandler var bara washed og eitthvað. Þannig að þú veist, eitthvað, það allir fyrir þetta voru bara, Chandler að vera rótan. Menn eins og ég voru bara, Chandler, rótök, önnulóða, klárt mál, þú veist. Núna er allir bara eitthvað svona, Chandler er allir bara eitthvað gamall og eitthvað, þú veist. Ég sé grumynda, ég færi gólpúrstin hjá Paddy bara þangað til, hann verður örugglega champ, og þá loksins þarf ég að borða hattinn minn, Hann verður hann double champ og ég er bara eitthvað, þú veist, bara, Hann fór svona aldrei að móti, Prime to Bronx, eitthvað svona galin ástæða, Þegar hann vinnur sjálfkatt fyrir welterweight title verður við bara eitthvað, þú veist, come on. Einmitt. Þannig að hvað, við erum að tala kannski Dan Hooker eða Justin Gaethje. Ég til í með svo góð hugmynd hjá Poirier að Dan Hooker versi næstur fyrir hann mér líst vel á það mér líst vel á það ekki nema að reyna að setja upp Justin Gaethje Dan Hooker sem átt að vera Justin Gaethje myndi róta Justin Gaethje myndi róta Hooker, Paddy ég held að sé slæmt matchup fyrir Justin Gaethje ég held að líka ég held að hann er bara tekið niður og söpbaður ég held að Paddy söpbið Gaethje ég held að með við þetta performance þá er ég bara svona, líka, með stærðina líka ramman, ég man þegar Justin Gaethje og Michael Chandler börðust, þá fannst mér ekki verið eitthvað svona heljaran stærðamunur á þeim, með að við ramman á þú veist, Paddy núna það væri svo mikill munur Paddy er búin að svolítið svona fylla vel upp í bara í þessum þyngdarflokki, þú veist, þegar hann kom fyrst þá virkaði hann svona smá svona scrawny white kid eitthvað. Núna er hann alveg svona, þú veist, hann er búinn að fylla upp í þetta. Einmitt, hann er þroskast rosalega. Svona líkamlega mjög þroskaður, Fílan. Ég fekk sendur svona á Instagram í dag svona til svona dyrabjalla klippa af Paddy. Þegar hundur skúka, það var niðurgang fyrir hjá okkur konu og hann dinglar eitthvað svona, herri ég ekki með póka eitthvað, hjálpa mér, getur maður eitthvað vatn hjá þér eitthvað, og hún er bara
is this Paddy the Paddy? Yes, my dog took a shit Já. all over the street bara. I feel so bad. Sko, hundurinn hans vekk niðurgang. Hann gat ekki tekið upp með póka. Hann var, við getum fengið vatla skól þetta eitthvað. Já. Og hún er bara eitthvað, hey, ég reddi þessu bara, ég kem heim til 10, ég reddi þessu bara. Og góðu gæði, eiginlega. Já, Strángheilur. góður. Já. Alveg bara ekkert eðlilega dominerandi hjá okkar manni Paddy. Þannig að hérna... En hvað er næstu til Chandler? Er hann bara ekki bara búinn, eða? búinn? Nei, það. Back to Bellator eða? Úff, það væri högg. En að gæti ekki Chandler ennþá láta eitthvað gerast. Það er held ég fullt af einhverjum. Hann er held ég núna bara komin á búndin að hann geti tekið bara eitthvað skemmtilegt, skilur. Ég veit ekki hversu mikið hann sé eitthvað að fara í titulinn. Gæti hann ekki fengið... Nei. Þú veist, til hvers væri hann að berjast? Money eða eitthvað, skilur við, verða bara eitthvað svona gatekeeper, skilur hann er þá í þrjusu formi. Nennir hann því, að þú veist, fattar ég, bara að berjast í MMA er bara hættulegt. Þú komin hann aldrei og fann að tapa, þú veist, langar honum að halda áfram þannig að hann verður bara steinrótaður, þú veist, er þetta ekki bara komið gott, eða, þú veist, þurfum við að sjá Michael Chandler berjast aftur? Ég er alveg góður, sko. Sko, þarftu að eiga bíl, eða, þú veist, það er spurning hvað þú þurfir að gera það, skilur við, en viltu ekki gera það, skilur við? Ég er alveg góður. Þú veist, hann hefur gefið manni góð skemmtun og einhverju nokkrir sigrar, gott nokkat þarna og Tony Ferguson og svona, en þú veist, ég veit það ekki, það er enginn í topp 15 sem ég er eitthvað svona, mér langar að sjá hvernig það gengur hjá þessum að móti Chandler. Fattur, ég er góður. Þetta er overinn bara. Já. Ég meina, mér er svo erfitt að segja það eftir að fyrir utan Paddy, senstu 2 töpun hans hafa verið, Charles Oliveira og Dustin Poirier. Mér er svo erfitt að call hann quits, skilur, eftir tapa mútið þessum tveim og Paddy. Já. Ég var að hugsa, ég væri til í að sjá hann á móti einhverjum svona eins og Benoit Saint-Denis, en hann er vist með bókaðan farda. Já, á móti Joel Alvarez, rosalega bardagi. Það var bara að vera að tilkynna það bara fyrir nokkrum dögum. Já, ég var að hugsa, það hefði geta verið spennandi bardagi, sko. Já, bílaði fætt. Já, en hérna, nei, ég veit ekki, á hann ekki eitthvað svona einhver mögulega redemption fight, skilur við. Það er Neil Darius, getur það verið eitthvað? Já. Já, ég veit. Hann ætla bara á hraðri niður verið Darius. Það er bara þeir báðir, fattar. Það er ekkert annað, fattar, ég er alveg góður. Ég þarf ekki að sjá Michael Chandler berjast aftur. Sko, mér finnst þú verið með eitthvað svona MMA gullfiskaminni núna. Ertu að gleyma því að bara, þú veist, Michael Chandler af, sko, hann hefur fengið Performance of the Night eða verið í Fight of the Night síðust 5 af 7 börnum. Já, ég veit það, en það er ekki að fara að gerast aftur, held ég. Skilur, Gaurin var að bíða eftir að berjast við Conor í alltaf mörg ár og núna það er svolítið að bíta hann í rassinn, sko. Hann misti svolítið mörg, hann misti bestu árin sín, ég vil ekki segja bestu árin sín, hann misti alltaf langur tíma þarna. Þú veist, þetta er bara aldur og ringur að stjarna, sko. Já. Það er alveg satt, sko. Hann er ekki lengur að stefna hann titil, þú veist, hann er bara búinn að eiga flottan feril, þú veist, hann þarf ekkert að halda áfram. En hann verður enda að segja, sko, I won't be here for a long time, but I'm here for a good time. Já, mér finnst þessi good time bara, þetta var a good time og þetta er búið. Ég er alveg góður, sko. Ég var alveg til að sjá hann áttur. Já, ég var alveg til að sjá hann áttur. Já. Ég myndi ekkert eitthvað slökkva á sjónvarpinu mínu. Nei. En ég held svona fyrirhundi kæst sem þú til að benga einu sinni viðbót á hann og segja bless. Já, ég er alveg góður, sko. Ég er bara alveg góður. Ég þarf ekki að sjá hann gæði aftur. Ég er bara alveg góður. Ekki diss á hann. En bara, þú veist, það er ekkert eftir þarna sem er eitthvað svakalega spennandi. Þá frekar vil ég bara sjá Joel Alvarez á móti Benoit Saint-Denis eða eitthvað skemmtilegt annað í lætutinu, sko. Já, ég væri eiginlega mest til í mýmin, svona ef maður myndi hérna, ég man ekki, sko, það er alltaf að vera að djóka með því að það var svona best gegn svörtumanni að það væri svona win by adoption. Ég var að sjá svona Michael Chandler vs. Black Guy og þessi mým fengið að njóta sín, skilur. Það er eitt, skilur. Þannig að ég fíla það, sko. Ég var allan persónulega til að sjá Michael Chandler aftur, mér finnst alltaf spennandi, en þó að þessi framistæði hjá honum hafi verið bara virkilega. Við varum bara að fá Bobby Green á móti Chandler, báðir washed og eitthvað, þeir mega alveg. Ég held að Chandler geti þjóna betra gatekeeper hlutverki heldur en Bobby Green, skilur. Hann geti farað á móti Rafael Fiziev, skilur, hvað með Renato Moicano, skilur, hann gæti ennþá, skilur. Renato Moicano var í góð fætt. Já.
Skilur, Ég held að Renato Moicano líta Michael Chandler núna bara sem Easy money, money. já. Já. Algjörlega, veist, hann myndi örugglega bara söppa hann, sko. Já. Eflaust. Fara létt með það, sko. Það samt hérna spurningu sal. Það sömu kommentatröll og voru á Instagraminu eða eitthvað. Já, þetta Fólki veit Nonni vs. Biggie 2, give us the rematch. Fáið the rematch. þetta bara þjálfarinn þinn sem að byggja þetta? Nei, þetta Arnór held ég. We're boxing smart. We're boxing smart. Er það Arnór? Já, ég held það. Með grunar það. Er það Instagram aðeins? Nei, hann bara með eitthvað dullnefni hérna. Já, á túbinu. Þetta á túbinu nefnilega. Já. Hvað verður að give the people what they want, eða? Já, þetta er allan til umræðu, sko. Þegar við náttúrulega engageum mikið við okkar aðdáendur og aðdáendur kalla eftir rematchinu. Já. Myndi það verið í MMA eða? Já, það er allan rematchið, við höfum aldrei boxað eða glímt eða... Já, hvernig væri, skilur, að gera þetta bara almennilegt, skilur, fara í eitthvað box bara? Já, eða glím. Eða bara box, bara stíðin í ringin bara á okkur... Verið eitthvað svona exhibition bát. Okkur var bóðið það fyrir HFA Open. Sko. Já, upprunalega. Það er svoleiðis. Já, það var við vorum ekki á landinu. Sko. Nei, já, alveg rétt. Við vorum ekki á landinu? Nei. Við vorum okkur. Já, nei, á fyrsta HFA Open, sko. Okkur var bóðið, já, þetta var fyrsta HFA Open. Já, þetta er ekki fyrsta tilraunir, þú veist, þeir heldur HFA Open, buðu okkur bardaga, eitthvað svona opnuna bardaga, svo var því aflýst því HFA Open og þetta var. En okkur var svo bóðið aftur þarna. Var það? Já, eða þú veist, Arnór er alltaf eitthvað að segja eitthvað. Arnór says a lot of shit, sko. Arnór verðandi hnefileikaþjálfarinn hjá HFA Hafnarfirði, eða hnefileikafélag Hafnarfjarðar, fyrir þá sem ekki vita. Já. En það er allan verið að kalla eftir ég er til í að byggi, ég er til í MMA-bardaði við hvernig sem er. Hvernig sem er? Já. Name the place. Verður við ekki bara give the people what they want, sko. Mér langar samt ógeðslega mikið að berjast við einhvern annan en Nonna, sko. Þannig að, ég væri til í að allan að fara á eitt interklub áður. Já, en bara svona þetta er spurningin, sko, það er ekki hvernig fáum við sjá bygga að berjast við einhvern annan en Nonna. Það er bara, það verður að matchmaka bara í kommentunum, sko. Já, nákvæmlega. Verður við ekki bara give the people what they want? Já, ég held það. Til í það. Já, sveimið þá. Send location. Send location. International Fight Week. International Fight Week. Ég er alltaf til í að hoppa í nýtt, ég þarf koma mér í form aftur, sko. Já, ég líka maður. Ég þarf smá motivation. En fólki væri það sem það vill, svo segir Byggja allavega. Við höldum áfram niður kartið. Jair Rodríguez móti Patricio Pitbull. Fengum að sjá Pitbull loksins í UFC. Er UFC bara of mikil háklassa stofnun, skilur við. Það er mikið af top dogs að mæta frá Bellator og PFL, en gera kannski ekki mikið í UFC. Ég held, sko, að hann hafa átt slæm performance. En jú. Ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Ég held að þetta sé svolítið bara sérstaklega þú ert að fara strax upp í top 5 og hvað þá gaur eins og Jair Rodríguez, sko. Já, það er ekki djók, sko. Nei. En talandi Michael Chandler, hann kemur náttúrulega líka á Bellator, sko, er champion þar. Kemur í UFC og gerir í rauninni ekkert neitt merkilegt, sko. Ég meina, veist... Er þú núna með gullfiskamenn? Gerir það ekkert merkilegt? Ég er fljótur að afskrifa öll þessi performance hjá honum sem bara eitthvað Það mætti bara að róta Dan Hooker sem að búist bara Poirier tókst ekki að róta Dan Hooker í 5 lótur Ok, svo róta hann Tony Ferguson Ok, komið sko bara vindurinn gæti róta Tony Ferguson komið sem bara svona eitt eftirminnilegasta knockout síðari ára á móti Tony Ferguson Já bara og tveir bardagar á móti Oliveira, arguably einn af bestu lightweights bara of all time hann var svona washed þegar hann mætti, veist Þetta er rosalega fætt á móti Justin Gaethje Já, ok, það er ekki rétt að maður segja að gera ekkert merkilega, skilur mig, en sækir ekki sigra en sko, Oliveira og Gaethje voru bara í basli með hann í fyrstu lótunum, sko, hann er öflugur í fyrstu lótunum ef hann hefði bara fucking svifla í staðan fyrir að reyna taka Patti niður. Patti bara stóð upp og var að láta hann reyna svo mikið á sig. Hann keyrði sig sjálfur svolítið út í fyrstu lótinu þannig. Ef hann hefði bara sveiflað, hann fundi haukun á Patti. Ég vil meina að hann hefði svolítið átt að bara droppa þessu takedowni og bara byrja að sveifla í mitt. Skilur, byrja eitthvað að mokka hann og hendur niður og hrækja ykkur blóð á hann og skilur, bara gera þetta ljótt, sko. Hann er með geggja fæta. Það er bara, ég veist, ok, en hann er ekki með, hann er með mjög fleiri töp heldur en með sigra. Satt. Komandi úr Bellator, við erum bara mjög dominerandi í Bellator, skilur við. Hann er ekki að fara að dominera í UFC. Bara level er allt annað.
Patricio Pitbull 36-7 komandi inn í UFC skilur svolítið dominerandi í Bellator mætir Jair og svona átti ekkert mikið heima þarna. Það var bara svo vittlega bara að koma inn í barda á móti Jair Rodríguez og standa bara í kicking range og reyna að eiga eitthvað svona technical chess match við bara gaurinn sem þú ættir alls ekki að gera það á móti. Þegar ég held að hann myndi bara keyra á hann og klessa hann upp í búrið og reyna að taka niður og bara ground and pound hann til fjandans, eitthvað svona, þú veist, ég þekki Pitbull ekki mikið, en ég horfði á eitthvað highlight reel þegar hann skrifaði undir hjá UFC og ég hugsaði, þetta matchup eitthvað svona, Jair Rodríguez hefur alveg, þú veist, lent í vandræðum móti gaurum sem bara gefa hann enga virðingu og bara keyra á hann og það er það sem ég átti vona að sjá, svo bara einhvern veginn stendur hann í kicking range og lætur bara buffa sig. Já, hann gerir svona nákvæmlega það sem hann hefði ekki átt að gera. Já. En segir það ekki bara svolítið til svona, kannski fight IQ og Jú, ég er bara fuck that guy, sko. Ég veit ekkert alltaf mikið hann, sko. Sko, ég setti alla bardagana á parlay þetta kvöld. Ég var búinn að hitta 10 í röð þegar kom að Pitbull og ég var með hann. Djöfull var ég pirraður á því. Rögg, sko. Já, það er högg. Það kostaði minnast ég 1 milljón þarna. Já. Ef að ég hef gefið mér restina af vitleysan líka. Kostaði þið 5 eurur. Já, en samt svona í momentinu þá var ég bara, gaur, það er fucking 1 milljón undir hérna fyrir mig. Já. Og engin milljón fyrir þig? Engin 1 milljón fyrir mig, nei, ekki þetta skipti. Nei, svekkjandi, hérna Jú, þetta var bara, Jair ádan, sko. Já, var það ekki Skilur, ég veist ekkert alltaf mikið hann, sko, en bara svona skoða rekorda hans í grófum dráttum, sko, en svo allt þetta er eitthvað svo skrítið alltaf í Bellator, skilur, hann tapar hérna einhverju tornamenti, einhverju Grand Prix tornamenti, skilur, fyrir featherweight titleinn, fær samt featherweight titleinn í næsta bardaga sem hann vinnur á decision, vinnur svo 2 aðra bardaga á decision, tapar svo bardaga á decision, er svo KO-aður, vinnur svo næsta bardaga KO, fær aftur featherweight titlinn. Alltaf missa nú. Já, þetta er alltaf eitthvað, þetta er rosa mikið flakk á titlunum, þannig að virðist vera á, skilur, hann er að missa weight hérna og eitthvað, skilur, catch weight og svo kemur hann bara inn á móti Jair, skilur, hann er með líka 44 bardaga, sko. Skilur, þetta er ekkert eitthvað, skilur, og mjög svona slítið rekord, sko, ekki með kannski bardagafjölda, 36-7, skilur, þegar hann kemur inn, en hann er alveg með, þetta var kannski ekki heitasta prospektir sem er að koma úr Bellator yfir í UFC, sko, ég held að það hefur kannski meira verið að svona, taka svona eins og að gert með Benoit, hann sem fór bara eitthvað á móti Dustin, skilur, bara afar fljótt, sko, taka svona stöðucheck, og ég held að hann hafi bara feilað því, sko, á móti Jair, bara svona, Þú ert ekki þarna. Hann bara spilaði nákvæmlega leikinn sem hann ekki spila. Hann bara spilaði upp í hendurnar á Jair Rodríguez. Bara bauði hann upp og bara þægilegast að fætt. Ever bara. Já. Þegar það er alveg til eitthvað blúprintan úti til að vinna Jair, sko. Skilur, hann er ekki ósigraður heldur, sko. Nei, algjörlega. En þú veist, það hefur oftast verið pressan, sko, af því að, þú veist, svo að núlót spörkin, sko, með góðri pressu og bara glíma, sko. Já. Glíma, því að hann hefur oft bara verið, bara hérna þorskur þurru landi þegar kemur að glímu, sko. Já. Svolítið þannig, sko. Ef minnum mitt er rétt, sko, en hérna mætti náttúrulega, hérna, já, náttúrulega Brian Ortega náttúrulega bara tjókaðan, minnum mig, ég ætla ekki að segja léttilega, það var nú eitthvað Ég held að hann hafi alveg verið með Brian í fyrirpartinum, sko. Já. Og svo hafa hann náð honum niður og þá var þetta bara svona, ok. Já, en hann er náttúrulega barðist bara einu sinni í fyrra. Já. Var það eitthvað, voru eitthvað meðsli eða var hann bara í pásu? Mástu það? Ég man það ekki. Nei, og hann leiði alveg ára með það milli, en þið gera það stundum, sko, að taka ári pásu og... Já, og mikið talaði líka þegar hann kom inn í þennan bara að hann væri allt annar, sko. Liti miklu meira, væri betra conditioning, skilur, liti miklu þéttari út og sterkari og skilur, hann eitthvað með hljómaði þannig líka, sko, eins og hann hefði bara verið eitthvað svona höfuðið niður og grænda, sko. Já, einmitt. Þannig að aðeins að lyfta upp hausnum, anda pínu og... Já, bara svona... Re-centra eitthvað meginn og koma aftur ferskur, sko. Já. Það verðist að alveg skila sínu, sko. Algjörlega. Ég hugsa að þetta hafi verið bara gott move og kannski svona pínu heppin að fá Patricio Pitbull. Já. Hann svona er að stíga inn í UFC, momentið er oft svolítið stórt, sko. Já, björt ljós. Já, mjög björt ljós. Stórt kart og... Einmitt, þetta er svona... Svo MVP talaði það og þó að MVP sá þessi svona Bellator gæði sem að hefur, þú veist, náð bestum árangri.
þá talaði hann samt alveg það, hann fann alveg fyrir bara momentinu að stíða hann inn bara í UFC-búrið, þetta var meira og stærra heldur en á annar, sko. Það kom honum á óvart. Já, þetta svolítið annað. Mér minni, var ekki Kevin Holland líka í Bellator áður en hann kom til UFC? Aha. Ég man það ekki. Mér minni einhvern veginn eins og Kevin Holland hafi rætt þetta líka. Já, var hann... Hann hafi fært sig yfir og þetta hafi einmitt bara, hann þekkti tilfinninguna, hvað þetta var mikið stærra. Þetta með þetta? Já, með einn bardaði í Bellator. Já, einn bardaði, já. Alltaf rétt hjá mér. Já, það er rétt. Já, en Jair Rodríguez virðist hafa samið að hann fengi title fight í fjæðarvektinni eftir þennan bardaga. En hann svona einhvern veginn þurfti endilega að minnast á þetta í post-fight intervjúinu og svona, hey Hunter Gamble, þú lofaðir. Já, þú lofaðir. Já, þannig að það er svona eins og hann ætla ekki láta svíkja sig, sko. Nei. Sem já, gott í honum, en þá væri hann að fara að mæta Volk næst. Já. Sem að væri örugglega bara spennandi, en ég held að Volk geti sigur hann á reynslunni mögulega. Já. En ef ég væri Jair Rodríguez búinn að taka ári pásu og ég vissi að Volk væri champion og allt það skilur við, þá... Ég held að Jair vilji þann bardaga kannski, sko. Já, saman hvort það sé rauninni, þú veist, Ilja eða Volk skilur við, hann veit að hann þarf að vera on point. Ég held að Jair Rodríguez eigi mögulega meiri sens á móti Volk heldur en Diego Lopez. Ég vil meina það. Ég held að. Eftir þetta allavega. Já, allan með hvernig bardaginn þróaðist, skilur við, þetta bara black belt jiu-jitsu að boxa, skilur við. Já. Þú veist, Jair alltaf að fara að gefa þér meiri fæt en það, sko. Já. Allan að fara að blanda inn háklassa spörkum og bara ógeðslega góða strengi. Og betra strengi. Það er einslu meiri. Herru, ef að diskutera aðeins Gene Silva á móti Bryce Mitchell. Hann braut hann niður. Já. Það sko byrjaði alveg þannig að ég, sko, mér Bryce Mitchell, hann var svona að fann að, og með komið eitthvað svona sidekicks inn í leikinn sinn, sko, og ég var svona, ok, Bryce Mitchell eitthvað aðeins að ætla hann að vera eitthvað góður, skilja, þannig að hann var alveg góður í svona 1,5 mínútu. Já, hann var alveg fín, hann náði nokkur calf kicks, þannig, já, og eitthvað, já, var að taka eitthvað svona eitthvað, og blíkik í reyna á ykkur og reyna hrósunum. Ég er ekki að reyna á mig, menn að það er ekki breyk, sko. Bardaginn var bara þannig. Bardaginn byrjaði því að Gene Silva bakkar að búrinu og svona bendur á fótinn sin, bara svona reyndu að taka hann niður. Hann var bara búinn að vinna barda á hann byrjaði. Þú veist, bara þarna. Já, ég er ekkert ósammála á því, skilur, en þú horfir bara á það sem hvað gerðist í bardaganum, skilur, ég er ekkert að reyna að láta eins og Bryce Mitchell að vera að vinna, skilur. Þetta er bara það sem gerðist, skilur, hann lendi bara fleiri calf kicks og hann gerði því sidekick í maðan á honum og var að gefa honum ný look, skilur, eitthvað sem Bryce Mitchell hefði gert Hann er bara svona að reyna að halda honum aðeins frá sér og svona að reyna að forðast þig ass-whoopin sem var komin. Shit. Ég er mikill Bryce Mitchell maður. Þú ert ekki mikill Bryce Mitchell maður. Ég dýrka allt þetta Hitler og svo nice guy og allt þetta vesen í honum, sko. En hann bara átti ekki break. Bara Gene Silva er alltaf góður. Já. Ég fíla Gene Silva, sko. Ég fíla hann. Slega geggja hann að subba hann. Já, það er alveg mest óvart, sko. Já, mér finnst það gott, sko. Og var næstu uppána guillotine hann og svona, maður sá að Gene Silva var komið með svona, að við vitum hann er með knockout power og svona, hann er með kraft í höndunum. Já. Og það kom mér óvart hvað hann var orðinn eitthvað svona. Því hann var bara að leika sér á hann. Hann var bara eins og bara, þú veist, hárningur að leika sér á sel. Já. Þú veist, hann var bara að leika sér á máltíðinni sinni. Já. Don't play with your food, sko. Þetta var rosalegt performance, sko. Já, hún leiði rosalega vel allan tíman, sko. Já. En það, ég sagði fyrir þáttinn, sko, að þú veist, hann er löngu búið að finna út Bryce Mitchell, skilur við. En það var bara, hann sýndi fótinn á sér, að það vita allir að Bryce Mitchell fer í singuleikinn, gerir nokkuð þeim sömu rútínuna sína til þess að ná mönnum niður. Bara Bryce Mitchell has been found out, skilur við. Já, svolítið. Þannig að þetta var nú engin já, Bryce Mitchell er nú kannski svona, hann er pínu búinn, sko. Svo held ég hann sé bara, ég held hann eyðir rosalega miklum tíma í alls konar, þú veist, að sanna að ég er eins og flöt og koma með eitthvað ríla á hann þar sem hann er að leita eðlu fólki í einhverjum göngum, sko. Já. Bara í smekkbuxum með vasaljós að leita eðlu fólki og ég bara, maður sko, ég er ekki svo viss með þetta eðlu fólki til, B. Ertu ekkert svo viss? Nei, ekkert svo viss, já. B er bara, hvað ætlar að gera í smekkbuxum með vasaljós ef þú finnur, þú veist, finnur eðlu fólki í einhverjum gömlum námum, skilur. Hvað er planið hérna? Hann var ekki eins og með byssu. Hann er rosalegur, sko. Ég veit ekki einmitt. Ég hef svo gaman á hann, sko, en sko... Ég elska hann, sko. Já. Ég myndi ekki leipa hann upp á mig, skilur, en ég fíla hann alveg. Já.
Ég held hann líka bara að, þú veist, hann hafi bara gaman af því að vera að bulla eitthvað að fólk sé að hlusta á hann og þú veist, já. Hafið þið hlustað á podcastið hans? Ég sé bara klippur sko. Já. Ég legg ekki alveg, ég hef ekki nei, ég held að ég mun aldrei hlusta á hann af okkur. Ég geta hlusta á hann í meir en bara 15 sekúndna Instagram reel klippu sko. Já. Ég held að það myndi bara eitthvað deyja í mér sko. Já. Hann svo rugglaður sko. Mætti hann með biblíuna í búrið eða? Nei, Ég sá alveg að menn voru að veðja það sko, bara Will Bryce Mitchell bara bring a Bible. Ég held að það sé eitthvað búið að taka fyrir þetta sko. Já, það. Það er sko uppáhalds. Ég er bara að endurleika þessa klippin náttúrulega bara alveg 100 sinnum sko, en ég elska þegar hann mætti eitthvað í Apexinu með biblíuna. Bara svona hótelbiblíuna skilur, svona fylgi svona í skuffunni. Það sem hann bara heldur hann uppi og bara freedom. Bara, þessi maður sko. Hann geggjaður. Já, hann er bókstaflega geggjaður. Já, ég held það sko. En Svona aðeins að missa vitið svona hægt og rólega sko. Já, en þú veist, ég veit ekki hvað þetta er góð umræða sko, en ef við fyrir með þessi yfir sko topp 3-4 staðhæfingar sem Bryce Mitchell hefur komið með og sjáum hvort þessum svona sammála og ósammála. Fólki hefur farið upp í game. Bryce Mitchell segir nei, eru þið sammála? Nei. Sammála honum þá? Já, ertu sammála honum? Nei. Ég er svona... Fólki hefur aldrei farið upp í game. Já. Okay. Jörðin er flöt. Eru þið sammála Bryce Mitchell? Já. Nei. Biggi, þú ert að ansið jákvæðir hérna. Hitler var næs gaur Já, það er bara staðurinn sko. Hann var næs gaur þannig að hann byrjaði á amfetamíni. Já, það er bara alltaf næs gaur það. Já, það er ekki bara að bjarga fólkinu sínu. Það er það sem hann segir sko, hann hafði bara verið a patriot. Þetta er ekki eina skipti ever þar sem Dana White hefur þurft að hafa einhver afskipt að því sem fætirinn hans er að segja. Það verður alltaf verið bara, þeir eru bara með freedom of speech. Ángar til að byrja að tala um að Hitler er næs gæi skilur að hafa þetta eina svona, jæja, gamli. Þetta er kannski aðeins að slútt þessu podcasti á þér og... Já, líka bara í fyrsta þætti bara. Arkham Sandi, þáttur 1, fyrsta mínúta, Hitler bara næs gæi. Já, þetta er rosalegt statement sko. En ég er rosa gaman á honum sko, hann er eitthvað svo skrítinn og hann er líka ótrúlega efnilegur en hann virðist bara ekkert alltaf... Hann er eitthvað svo nægjusamur bara. Ég held að hann sé hana bara eitthvað í sveitabílinu sínu með eitthvað þjálfara, með eitthvað nokkra dínur hana. Já. Skilur rúla með eitthvað 10th Planet Jiu-Jitsu gæm og ótrúlega góður í glímunu nefnilega. En ég held að eitthvað með þetta var svona mixed hjá honum eitthvað með öll þessi sidekick sem hann þróar með eitthvað svona skrítinn, skilur. Og veit ekki hversu mikið damage þetta gerir eða hvort þetta sé bara hann að vera með eitthvað eitt nýtt sem hann lærið á æfingu, skilur í fyrra dag. Það hafi verið bara svona aðeins bara að halda honum frá sér að hann var hræddur sko. Já. En ég fíla Bryce Mitchell að gaman að hafa eitt svona rugludalt sem maður hefur alltaf eitthvað skemmtilegt að segja, það er alltaf einhverja fyrirsagnir í hvers skipti sem hann fær mikrofón og eitthvað. Hann gefur okkur mikið. Já, ég er sammála því. Hann gaf okkur nefnilega camo shorts. Það er þannig. Já, sko, hann varð til þess að bara allir fengu custom shorts. Þú veist, hann var fyrsti gæinn, hann bara barðist fyrir sínum camo shorts og eftir það fengu alls konar gæjar, alls konar buxur, sko. Volkanovski var í einhverjum helgina sko. Já, hann er í svona grænum teipur þetta eitthvað. Já, einmitt. Hann er svona maður fólksins sko. Áðana hérna, en hann kom bara, það er bara Steyrstort Company og við getum gert hvað sem er skilur, af hverju fáum við ekki bara okkar einn buxur, ég vil fá camo shorts. Já. Og bara þess mikið fyrir því og hann bara, ef við vinnum bara það hérna, þá vil ég fá camo shorts. Man ekki hvað bara það var sko, en hann vann og fekk camo shorts. Síðasta Bryce Mitchell hugmyndin er hérna, er eðlufólk til, strákar? Nei, ég trúi því ekki. Það dreigir línuna. Aldrei fótt game, Jörn er flöð, Hitler næskur, ekkert eðlufólk. Nei, það dreigir línuna. Ég er ósammála. Hinga til. Já, það er ekkert eðlufólk. Nei, ekki eins og staðan er núna allavega. Ekki sem við vitum af. Ok. En hann er líka sem talað sko svona djöfla eitthvað þannig. Þar er í sammálunum. Já. Hann er ekki að tala um einhverja martraðir og eitthvað sem hann var að díla við. Var hann ekki fyrir bardaðan að tala um einhverja rosalega drauma sem hann var að Jú. Hann er ekki að tala um þetta á presskonferensinu. Hann var að sjá einhverju djöfla og John Silva var einn af þeim og... Já. Líka samt það sem að skýta á honum sko, að hann vildi ekki glove toucha. Þar misti ég svolítið Bryceinn og alveg endurtekið. Alltaf, skilur sem hann bara... John Silva var aðeins og næs gæi. Hann vil bara 3 glove touch í hverju lótu bara á fönnið og eitthvað. Já, það er vel þreytt. Ég fíla ekki... eftir hvert exchange eða hvert högg já, flottur, skilur, það glindu því en svona í byrjun á lótunni þegar þetta er búið að vera eitthvað svona heitt fyrir, skilur, pundaðan upp og allt áfram með þetta, sko. Já, 100%.
Herru, fyrsti meingarðsbarnaði var Dominic Reyes móti Nikita Krylov. Herru, þetta var alveg eins og Conor Aldo Já, þetta já, var já. bara alveg eins og það Step back twistur, bara Já. bang. Já. Statement hjá Reyes sko. Já. Það var underdog og ég skildi ekki okkur á underdog ég held að myndi vinna á decision þetta sko. Já. En bara geggjaður og hann bara sko hann er gamall en 35 ára hann komið í það Já, er hann ekki bara, er hann Er já ekki miklu gamall yngri en og fættur, hann er 35? já, hann er 35, djöðlir með það Já, en við ræddum það sko í uppbytunarþættinum sko, að Dominic Reyes væri hafði þetta verið nógu góð til að vinna John Jones á sínum tíma. Já. Svo ef einhvern veginn hundurinn verið lamin úr honum og hann er svona komið tilbaka, ég held að hann sé bara virkilega komið tilbaka. Já, En Nikita Krylov er ekkert jók sko, nei hann er efnilegur. Já. Það skil ekki að Já. hann svona, það er eitthvað svona pólitískt í kringum Nikita Krylov, hann er skráður sem Úkraínumaður, fighting out of Russia og einhvern veginn svona rússa megin í lífinu. Já, okay. Já, aðskilnaða sinni. Aðskilnaða sinni. Já, það var vist eitthvað mál. Já, aðskilnaða sinni, ég veit ekki alveg hvað það þýðir svona á þessu sveiði, aðskilnaður hvers? Hann vildi sem sagt að Úkraína held ég vildi verða bara partur af Rússlandi. Hann var inn af þeim. Að Úkraína yrði, já, Partur af Rússlandi bara. Já, er Skilur það það. ekki svona sammenningasinni? Aðskilnaðar fyrir Úkrænumönnum, skilur. Já, Hann er já. einn af þeim bara sem, já, hleypið þeim, skilur. Já. En Úkrænumenn myndu kalla hann held ég aðskilnaða sinna. Já, ok. Já, má vera, ég veit ekki neitt í minn haus. Nei, Það var ég- hingja í Vítali í Korsjak og spurði hann að þessu. Herðu, já. Hann ætti að vera maður með svörin. Hérna, en sko, bara geðveikt góð, sjarp framistæða hjá Dominic Reyes sem ég held ég sé bara, ég held að hann eigi heima miklu ofar í deildinni. Ég ætla að segja sko Dominic Reyes er alveg jafn góður ef ekki betri heldur en margir sem eru búin að berjast titilin undanfarið eins og Khalil Rountree Alex Pereira. Jamal hvað heitir hann? Jamal Hill þú veist, Dominic Reyes geti alveg tekið þessa gaura þú veist ég var til að segja að Dominic Reyes var mútið í Iri Prohaska Já, það er rosa ég held bardagur. að gæti alveg bara staðið öllum þessum gaurum sem eru búin að berjast titilin Hann hefur tapað fyrir þeim hann samt. hefur tapað fyrir Prohaska Og Jan Blachowicz og Ryan Spann. Já, Hann en átti sko þarna. nú, með við þennan Dominic Reyes sko, sem er Já, að já. finna sér upp á nýtt sko. Já, Þú veist, endurfundin einmitt. Já, endurfundin sko, af því að, Já. sko, af því að John Jones braut hann sko Já, og bara, þú veist, fólk sagði að hann hefði unnið titilinn en hann hefði upplýðið sem svolítið rændan sko. já. ég myndi ekki segja að John Jones hafi brotið hann Jú, Þetta var svona farið í gegnum það að vera svona, hafa farið á móti John Jones. Þetta líður eins og, já, staðið svona vel, ekki fengið titilinn. svo var hann kláraði 3 skipti í röð Já, svo en er núna að- er hann búinn að klára vinna 3 þrjá. barða Já, og þetta er allt nefnilega málið, finishes sko Já, þetta kallum við run, Já. Biggi. Að Dan Ige að vinna eitt barða er ekki run. Þetta er run. Ok, já, það er rétt Já, En ég er samanlega sko, þú veist, hann gæti alveg tekið sko, alveg upp í Alex Pereira, skilur við, sko, Dominic Reyes myndi Carlos Ulberg væri bara geggjaða fætt. Ég held að hann myndi vinna Jiri Prohaska, hann vinnur Jamal Hill, Jan Blachowicz, Rakic, Rountree. já, Með við þennan Dominic Reyes sem við erum ég að segi sjá. við gefum hún Rountree eða Já. Rakic já. Já, Ég er sammála því, ég var- Jamal Já. Hill, Blachowicz. hann er búinn að keppa Blachowicz ég held að Blachowicz sé bara búinn Já, þess hann er örugglega að fara að hætta já. mér fannst svona Blachowicz svona semi-vinnana barða hann Móti Ulberg. Já. Ég er sammála. Já. Mér veist Ulberg, hann er svona alveg að fara að lenda á vegg. já, En já, ég bara, þú veist, Reyes fyrir upp 3 sæti, Rountree, Rakic. gefum Ég var hún til- Eða ég já, bara top 5, Rountree. eða bara, já, top 5. Rountree Ég var til í Rountree því að Rountree þýði mikið eitthvað með því að hann var að berjast, skilur við, Já. já, Pereira. Pereira, já. Já, Og stóð sér Já, alveg, já. skilur við, vel þangað Já. til að hann stóð sér ekki vel. já, Skilur Vann við. Og hann- vann 2 lótur, fyrstu 2 lótunar já, samkvæmt minnum með öllum dómurum Já. já, einmitt, Já, já. já. Þannig að þetta var alveg rosalega framistæð, þannig að það væri gaman að sjá, ég væri til í að sjá Reyes á móti Rountree, sko. já, Já, ég er sammála. Og get Dana White on the line vel ekki spurning hvort að Khalil Rountree sé svolítið brotið. Sko, Rountree er samt með barða bókaðan í, Er það? já, hann er á minnkartinu í á móti Azerbaijan. Jamal Hill bara Í alveg. ég held það Það er rosalegt. Núna erum við að uppgöta hluti bara hérna í beinni útsendingu.
hérna The Það ekki. Warhorse. Khalil Roundtree Hann að berjast á móti Jamal Hill, það rétt mér Hárétt. Djöfull klár maður Já, allt á hreinu hérna hjá mér þetta í Bakú, Azerbaijan. Næs, við þangað Þið þangað. Já, Koma svo. en allt annað sem staðfest á þessu korti rusl. Aha, Mohamed Usman, Darja Sjelenshinikova, Takir Ulanbekov ég til að segja hann já, Junjong Park, þetta er nú Melissa Mullins sem að vann Dummy Nei, alvöru. Melissa Mullins. hún hét eitthvað annað fyrst hún breytti nafninu sinni í Mullins hún hét Melissa Dixon eða eitthvað minnum mig þegar hún vann Dummy Já, Dagmar Hrund Sigurlistóttir í Ambition Fight Night. Já, gott spott maður, já, hún hana. hún hana Íslands óvinnurinn. Dammi mjög duglega að skreita hérna stúdíóhurðin okkar. já, hún nágrann okkar hérna í næsta rými Já, hún þar að brasa? Já, hún þar að meiða fólk Já. Pyntingaklir Já, hún skreitti hurðin okkar fyrir hérna Halloween og við tókum það ekki niður, svo komum jólin og eitthvað og þá fengum við svona smá jólaskreitingu. nú kom páskaskreiting Páskar, þannig að núna öll Halloween-skreitingin komið með páskaskreitingu. Ó, já. Lífið betra með Dammi. já, Já. það er Það er bara staðan. Já, allan En þá ekki Reyes Roundtree. Já, Hvað vil ég sjá? hérna, Rakic. en bara Rakic. Rakic. Já. Eða bara Jamal Hill. Af hverju ekki Jamal Hill? Já. hann ekki að mútið Roundtree Já, það rétt Jamal. Ég breinfartaði líka feitt. Ég var bara, já, einmitt. Heilnámið hefur aldrei prumpað jafn hart, sko. Hérna, Bara Rakic eða það er bara Rakic Úlberg. já Úlberg myndi Já. aldrei taka þessu bara, sko. Hann er bara að vinna svo margir eru. Já. hann er Úlberg komin í þriðja núna og hann er bara vill bara berjast á móti Pereira eða bara fá titleið sko Já, en hvað með Jamal Hill? ég ætla að segja það. Ég var aftur byrjað næstu búinn að íta á Jamal Hill inn í tölvunni. Shit, það er það galt stúdíónu, gegga. Hann vill örugglega fara upp fyrir sig, já, það er bara Rakic. Já, það ekki. Markovic. Frá Haska. Þú veist, ég sá á Instagram Jiri bara Haska var að æfa blindandi með svona bundi fyrir augun, sko. Ég elska hann mann. Já, hann er stórfæðulegur, sko. Já, ég veit ekki hvað þetta hafi eitthvað upp á sig, eitthvað sérstætt, sko, en þetta er allan að þetta lúkar. Já, þetta skýtlúkar. bara eða tímanu sinni við alls konar vitleysu. Já, nákvæmlega. Eða eitthvað svona að æfa á einhverju svelli, skilur, yfir einhverju frosinni á til að tengjast einhverjum öndum, skilur. Já. Ég fílaði reyndar að hann var hérna bara í myrkri í marga daga. Ég fílaði það. Það er eitthvað sniðið, sko. Já, til að, jafna sig á róttæki. Já. Það er bara eitthvað. Þetta er bara að vera í myrkri í svona langa tíma. Þetta er bara eins og að taka ayahuasca eða eitthvað. Þú bara ferðast bara inn á við, sko. Ég held að vera myrkri sé ekki eins og að taka Nei, ayahuasca. ándjóks. Nei, jú, þú byrjar að hafa lúsinu þetta alls konar, sko. Já. Prófa það. Já, prófa það Látum nonna gera þetta. Vika. Ok, út af því að nonni efa svona mikið Já, þá nú bara var- prófum við þetta núna. Ég efast ég það að vera í myrkri í marga daga bara eins og að taka ayahuasca. Já. Nú vill það að gera. Tökum 3 daga þar sem þú ert bara í myrkurherbyggi. Já. Ég kem bara með mat inn til þín og bara, já, grauturinn er fyrir frá mig og þú, já, Já. svo ert þú bara að minni. Já. Kjórandi í veggina frá Ég myndi ekki treysta þig fyrir þessu verkefni. Ég myndi alltaf fá eitthvað símdal frá þig bara ég er alveg með 7 hunda í dag, ég kemst ekki með matið þín og eitthvað. Þú reddar þér. Þú reddar þig bara eitthvað. 7 hundar, those are rookie numbers in this bracket. In the dog game. Já. Já, 6 heima á mig bara núna, sko. já, shit. Herru, ég viðurkenni samt, ég horfði ekki á prílimin á þessu karti. Nei, enda við förum eiginlega bara yfir hérna meingardið. Það er svona, Prílinsprinsinn var mættur að sjálfsögðu frá fyrsta. já, ég lagði mig yfir prílims til þess að hafa orku fyrir hérna meingard. Já. Þannig ég svaf yfir mig hérna Daníkei og vaknaði bara fyrir Dominic Reyes. Mhm. En ef það er eitthvað sérstætt sem vilja snerta á prílims, þá Já. er bara mikrofónin heitir og hann er ykkar. Ég Já, vil segir súper. tala hérna Tullio. Marco Tullio kom með klikka performance á móti Tressian Gore og bara virkilega stimplaði þessi sterkt inn þarna. Og hérna kláraði hann í annar lótu, var bara að písa hann upp
Já, early Geggjaður. prelims, já. Já. Ógeðslega bara ógeðslega flottu gæi. Hvort það var ekki bara annar UFC barndagina, segði ekki rétt að mér. Jú. Hann fekk Ihor Potieria í fyrsta barndagana sínum. Kláraði hann bara í fyrstu lótu. Kláraði svo Trezeguet Gore í annar lótu sem durable gæi, sko. Bara, mér fundist hann alveg með að fá svona performance bonus þarna, sko. Svo var líka, Giuliani Rosa, hann með geggja performance. Og, ég var með Rosa by submission á mínu skemmtilega parlagi, sko. En hann bara kláraði með einhverjum olbúum og einhver seti. Það merkir sem var hans lengi að rótast. Hann fucking lamdan maður, bara djöð vorkindi maður Darren Elkins, sko. Og þetta nickname damage ekki the damage that he gives, sko. It's the damage he takes. Já. Hann tekur endalausan damage. En hann var líka bara í endan og maður bara shit, þú veist, hann bara too tough for his own good, sko. Þú veist, hann bara að fá heila skaða, sko. Já. Rosa ekki þér. Mér finnst þessi tveir gaurar alveg bara eiga skilið performance bonusa alveg mikið og hinir sem fengu það, sko. Já, ég hissa með að við Rosa, ég sá bardaðan og var hissa hann hafi ekki fengið meira fyrir sinn snúð, sko. Chase Hooper var alla leiðina, alla lútunar með Jim Miller, sá ekki bardaðan en var eitthvað varðið í það. Sko, Jim Miller var flottur í fyrstu lótu. Mér fannst bara Jim Miller byrjaði að barda úslega vel en svo bara tók Hooper yfir og svolítið úpaðan restina. En ég var kannski bara í fyrstu lótu var ég bara, Jim Miller bara gæti tekið þetta, sko. Já. En svo kom þessi aldursmunur í ljós. Já, 41, sko. Það svolítið mikið, sko. Já. Það alveg rétt, sko. Daníka móti Sean Woodson, var það einstæðna? Já, svona Sean Woodson náði einhvern veginn ekki alveg að komast í Guinnessin og IG bara ógeðslega solid og það var bara á góðu rönni. Já, veit. Já, það eitthvað að gerast þetta nýgæði, sko, því að ég mat Leon Murphy bara þaðan gegn Just Emmett, svolítið út frá því að Daníki tók bara barðað með 2 klukkutíma fyrirvara, vann fyrstu lótu og hann bara, þú veist, klippaði hann vel og svona og ég bara, shit. Daníki geggjaður. Já, hann er góður, sko. Geggjaður, sko. En svo tekur hann Sean Woodson sem svaka prospect. Já. Sean Woodson, að horfa á það inni. Daníki bara svona venjulegur, smá lágsinn, svona venjulega byggðugaur. Svo Sean Woodson og hliðin á hann bara eins og einhver gimmur. Já, vaxtarlega sem gæja alveg bara, það ótrúlegt, sko. Gaman að þessu. En ef það kannski stikla á stóru, það ekkert UFC næstu helgi, þannig að við þurfum ekki að hita upp fyrir neitt. En sjáumst bara aftur, ég ætla að fara svona að slá botnin í það, þetta bara langur og vonandi góður þáttur. Mun lengri en við gerum vanlega. Hvað var klokkinn? 2,5 tímum og 30 mínútur. Bara easy work fyrir okkur. Það easy work. Jesus, maður. Börkur á þeim fór metið, eða ekki? Jú, 3 klukkutímar og eitthvað. Já, það var bara svona þáttur 12 af 50 lótunni eða eitthvað. Fengum við Börk Kristinsson sem bara að tala í 3 tíma. Já, sá gæi gat fucking kjáta hann. Og þá lærði ég orðið swamp ass. Já, það vorum allir bara fucking sveittir á því, maður. Það var svakalegt, sko. Það var líka sami þáttur og ákveðum eitthvað svona ólíkum með hugmyndum myndum alltaf að drekka bjór í þættir. Voru að drekka bjór í þeim þætti? Já, við færðum podcastin í stofu heima hjá mér og svo eitthvað svona vorum við með kaldan á kantinum og eitthvað. Þá meikar þetta svona meiri sens að það hafi náð 3+ tímum, sko. Já. Það Við höfum ekki gert það síðan þá. Nei, við höfum ekki gert það síðan þá. En við vorum líka alltaf bara, nenni ekki að drekka bjór hérna og vera eitthvað, alltaf að hella í mig og eitthvað. Óli alltaf bara, jú, strákarnir í FM9 við blöð, þeir gera þetta alltaf. Og ég bara, já, má vera, en ég ekki viss hvort að ég nenni í, sko. Kannski slæmt að gera það einhverjum vana, sko. Já, í hverju viku. Ég nenni ekkert að fá mig bjór á mánudum og þriðjum, sko. Nei, nákvæmlega. Ég old school, new school guy. Mér finnst það þetta besta að það fá svo bjór, sko. Mánudagur og þriðjudagur? Já, og þú getur farið bara svona út á staði, þú veist, það er okkur bari og það er bara rólegt og happy hour alls staðar. Ef þú ferð, þú veist, á föstudum og bara eitthvað fullt af fólki, einhver sullar á þig og þú bara motherfucker og eitthvað, vesen í gangi. Á mánudum, það er allir bara rólegir, það er engin fullur gauður eitthvað sullandi á þig. Nema þú? Nema ég. Þú ert fullugurinn fyrir eina. Fuck, það gæði bara fullir innan mánuði. Ég elska það, sko. Mánudag, þriðjudagur, það er daginn til að fara bjór, sko. Já,
ég er búin að vera grimmur sko, ég drekka ekki bjór upp á síðkastið, en sambýlismaðurinn minn er grimmur í að drekka þá. Já, það. Já. Þannig að ég kaupi alltaf sko tollinn þegar ég kemur utan. Hvað er að gerast hérna? En svo drekk ég aldrei. Það er bara sambýlismaðurinn minn sem sér um þetta. Það er gott að búa mér núna. Skemmtilegt, ég slá botinn í það. Bara hrikalega skemmtilegt podcast og Garpur, gott að fá þig í þáttinn. Já, bara takk kærlega fyrir mig. Alltaf gaman. Alltaf velkomin. Það er bara betra með Garp á hliðalínu. Algjörlega. Eða ekki? Við sjáumst aftur á vikuleginni, þakkum öllum fyrir að hlusta og allt það. Við þakkum sjálfsögðu sponsorunum okkar fyrir, en það er sjálfsögðu Mínigarðurinn, Reykjavík MMA, Unbroken, M-Fitness, Yngling og Myrkrun Gluggatjöld pluss prepparinn Makrobar sem að færir ykkur þáttinn. Þannig að við þakkum þeim endilega, þakkum þeim kærlega. Vá, sæll. Já, þetta getur verið erfitt sko. Já. Þakkum þeim kærlega fyrir stuðninginn og láta þennan yndislega draum rætast. Aldrei veikja okkur á þessum geggjaða draum. Já, aldrei veikja.